Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Ég vil bjóða velkomna dómsmálaráðherra Sigríði Á. Andersen og ráðuneytisstjóra Hauk Guðmundsson sem að hingað eru komin á opinn fund. Á eftir skilst mér að komi hingað einnig Ragnhildur Arnljótsdóttir sem að ráðuneytisstjóri í forsætisráðuneytinu en hún var settur ráðuneytisstjóri í því máli sem að við erum hér að fjalla í dag. Efni þessa fundar umfjöllun ákvarðanir dómsmálaráðherra og verklag við vinnslu tillögu til Alþingis skipan dómara í Landsrétt. Nefndin samþykkti á fundi sínum áðan að fundurinn yrði opinn og sendur út í beinni útsendingu og býð ég þá gesti sem að hingað eru komnir velkomna. Málefnasvið nefndarinnar afmarkað í lögum þingsköp Alþingis. Í 8. tölu 13. greinar tilgreint að nefndin skuli hafa frumkvæði því að kanna ákvarðanir einstaka ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart framkvæmda valdinu. Það ágætt að tilgreina að gert ráð fyrir að fundur standi til svona klukkan 11. Formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga að reglur opna nefndarfundi sem eru skýrar og þær hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen fá tækifæri til að vera með stutta framsögu. Að því loknu gefst nefndarmönnum kostur á að spyrja spurninga. Nefndarmenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndarmenn einvörðungu beina spurningum til gesta, þar að segja til ráðherra, en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefni sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður og fundartími sömuleiðis. Og þá vil ég einnig minna gesti og alla þá sem hingað eru komnir á það að það þarf að slökkva alveg á símum, þar að setja þá í svona flugvélastillingu. Það ekki nóg að skrúa bara niður í hljóðinu. En þá vil ég aftur bjóða þig velkomna og bjóða þér að fá orðið svona til að byrja með. Já, takk fyrir það og takk fyrir það að halda þennan fund opinn. Ég held að það sé ákaflega gagnlegt bæði fyrir nefndina kannski og almenning að fá að fylgjast með umræðum þessi mál. Og ekki síst tækifæri fyrir mig til þess að fá að ræða þetta mál sem skipun Landsréttar. Og ef ég skil formann nefndarinnar rétt að þá hér til umræðu að nefndin hefur áhuga á að ræða embættisfærslur mínar eða stjórnsýslu mína við það mál og ég vek athygli á nú ekki að þurfa það gagnvart þingmönnum minnst ást en vek athygli á því að Hæstiréttur hefur fjallað stjórnsýsluna í því máli og það voru kveðnir upp 2 dómar, hæstaréttardómar sama máli reyndar núna í desember, þannig að það liggur fyrir dómur Hæstaréttar. Þar með auðvitað svona alla jafna líkur umræðu ágreiningsefni alla jafna þótt að menn kunni auðvitað eins og eðli málsins samkvæmt aðilar dómsmálum vera ósáttir við niðurstöðuna og ósammála niðurstöðunni. Þá eins og máltæki segir þá þræta menn ekki, deila menn ekki við dómarann. En úr því að nefndin sjálf hyggst eftir sem áður ræða þessa stjórnsýslu og ég veit þá kannski ekki í hvað tilgangi mögulega til þess að komast að einhver annarri niðurstöðu en Hæstiréttur eða kannski sætta menn sig ekki við niðurstöðu Hæstaréttar í þessu að vilja ræða hana frekar. Að þá fagna ég því svo sem sérstaklega að fá tækifæri til þess að ræða fyrirkomulag mína stjórnsýslu sérstaklega kannski en einnig og einhverjum sér í lagi fyrirkomulagið við skipan dómara almennt. Það verkefni hverfur auðvitað ekki frá okkur og það þarf að mínu mati eins og ég hef lýst að skoða það fyrirkomulag til framtíðar einkum og sér í lagi í ljósi þessa Hæstaréttardóms en þó ekki eingöngu vegna þess að það hafa komið fram ábendingar meðal annars frá nefndarmönnum í dómnefndum sem falið að meta hæfni dómara að það þurfi að huga breytingum á fyrirkomulega reglum að minnstakosti. Nú hér var nefnt að ég fengi þegar tækifæri að vera með stutta framsögu, hún þyrfti að vera nokkuð löng vegna þess að efni býður upp á mjög ítarlega umfjöllun þetta mál. Ég ætla bara örstutt að nefna það með fyrirkomulag dómaraskipanir almennt að þá urðu nokkrar breytingar árið 2010. Fram að þeim tíma hafði verið að störfum nefnd
sem falið var að fjalla umsóknir umsækjenda stöður við héraðsdómstólana, eingöngu við héraðsdómstólana og var falið að skila umsögn til ráðherra þær. Umsækjendur stöður við Hæstarétt sættu því að hæstaréttardómarar eða Hæstiréttur fjallaði þeirrar umsagnir. Þannig að það var ólíkt fyrirkomulag við skipan héraðsdómara eða hæstaréttardómara fram til ársins 2010 og ráðherra var aldrei bundinn af þessum umsögnum per se en leita sjálfsögðu til þeirra að minnsta kosti hvað almennt hæfi varðar. Nú árið 2010 var svo breyting á að það var sett á laggirnar eða hún var svona endursköpuð sú nefnd sem var á störfum þá og henni falið sem sagt víðtækara hlutverk meðal annars að fjalla skipanir við Hæstarétt og einnig var svo breyting á sem þetta grundvallarbreyting að kveðið var á það að ráðherra væri ekki heimilt að víkja frá tillögum þessara nefndar nema þá að bera það undir Alþingi, bera þá tillögu sína ef hann ætla að skipa einhvern annan en þann sem að nefndin hafi metið hæfasta að þá þyrfti að bera það undir Alþingi. Og það mjög lítið fjallað í lögskýringargögnum nákvæmlega aðkomu Alþingis að þessu leyti og hvað það átt að fela í sér að fela Alþingi þetta nýja hlutverk. En ég tek líka rétt að í þessu frumvarpi sem að og svo þannig að þetta hefur nú verið svona semst frá 2010 ég vil nefna það svo gerist það að maður þurfa líka að hafa það í huga að það var lagt fram frumvarp til nýrra dómstólalaga sem var samþykkt árið 2016 það var kynnt árið 2015 og sem fól í sig grundvallar breytingu á fyrirkomulaginu með stofnun Landsréttar og það varð úr að það var ekki gerð breyting á fyrirkomulagi við skipan dómara við það tilefni en þó var það þannig að árið 2015 var lagt fram til kynningar á heimasíðu innanríkisráðuneytisins sem þá var frumvarp til breytinga á dómstólulögum sem fól bara í sér breytingu á þessu fyrirkomulagi. Og í því frumvarpi sem var lagt fram 17. mars sagði í athugasemdum þótt hið nýja fyrirkomulag og þá verið að vísa til laganna frá 2010 hafi að meginstefnu reynst vel ljóst að með því hefur ekki náðst það markmið að skapa nægilegt traust eða sátt það reglur sem gilda dómara hér á landi. Og ég vek nú bara athygli á þessu vegna þess að það stundum hérna í umræðunni látið að því liggja að þetta sé eitthvað nýtt að það hafi orðið eitthvað styrr skipan dómara með tilkomu Landsréttar en því nú öðru nær og ég man reyndar ekki eftir því frá þeim allan tíma sem ég hef nú fylgst með verandi í lögfræðinni búin að vera í áratugi og fylgst með þessu bara utanfrá að það hafi nokkuð tíman eða mjög sjaldan ekki verið ýmis sjónarmið höfð uppi skipan dómara. En í þessu frumvarpi var sem sagt lagt til að það var markmið að tryggja raunverulegt vald til ákvörðunar í skipan embætti dómara liggi ekki hjá dómnefndinni heldur hjá ráðherra með því að ráðherra hafi alla jafna val á milli þriggja hæfra umsækjenda undangengnu faglegu mati dómnefndar. Og frumvarpi hvað þannig á að nefndin skildi greina frá hvaða þremur umsækjendum hópi hæfra hún mælti með í dómarastöðu. Og ef sérstök rök stæðu til gæti nefndin mælt með fleirum eða færri. Ég nefni þetta bara svona aðeins þannig að nefndarmenn hafið svona smá forsug í þessu þegar þetta áhugavert og þetta frumvarp og þessi til að þessari skipan sýnist mér nú vera komin að einhverju leyti einmitt frá Norðurlöndum þar nú reyndar allur gangur á fyrirkomulaginu en þar í einhverjum löndum einmitt gengið út frá því að það þurfa að leggja fyrir ríkisstjórn fleiri en einn umsækjandi heldur það þurfa að leggja fram þannig að ríkisstjórnin hafi val og í Noregi, Svíþjóð og í Danmörku þetta allur gangurinn á þessu. Nú hvað varðar hins vegar Landsréttarskipunina sjálfa sem að hér til umfjöllunar og aðdraganda að henni að þá kemur hún til vegna laga nr. 50 frá 2016 dómstóla sem ákveðið var og þegar þau voru samþykkt að tækju gildi 1. janúar á þessu ári og þau tóku gildi núna 1. janúar síðastliðinn. Og með þessum lögum var Landsréttur stofnaður og það var kveðið á það sérstaklega í lögunum að skipun dómara skyldi lokið fyrir 1. júlí 2017
meðal annars vegna þess að það var gert ráð fyrir einhverjir dómarnir þyrftu að taka til starfa strax sumarið og það gerði að minnsta kosti einn dómaran. Og svo var líka gert ráð fyrir því sem sérstakt í þessum lögum að ráðherra myndi leggja tillögu skipun dómara fyrir Alþingi. Hvort sem og það var alveg óháð því hvort að ráðherra myndi fylgja tillögu dómnefndar að fullu eða ekki. Þannig að það varu og það var sagði þetta ákvæði sem var bráðabirgða ákvæði að þetta gilti bara skipun í Landsrétti í fyrsta sinn og þetta bráðabirgða ákvæði segir einmitt í greinargerðinni að það sé lagt til í ljósi þess að skipaðir verða samtímis 15 dómara. Þá eðlilegt að tryggja aðkomu fleiri en eins handhafa ríkisvalds að því. Og hér sem sagt gengið til dæmis út frá því að það sé bara einn handhafi ríkisvaldsins sem komi almennt að málinu og hér verið að vísa þetta til ráðherra, til framkvæmdarvaldsins, það ekki verið að vísa til dómsvaldsins, það verið að vísa til þess að það einn handhafi ríkisvaldsins sem almennt skipa dómara en í þessu sérstöku skipun var talið rétt að Alþingi kæmi líka að því. Þannig að það það að ræða, það ráðherra og Alþingi sem fara með skipunarvaldið þegar kemur að skipun dómara. Og ég nefni þetta vegna þess að það hefur mikla þýðingu að mínu mati fyrir alla stjórnsýslu í málinu og aðkomu mína sem sagt að því og ég kem það nú kannski aðeins inn á það aðeins síðar. Nú, hvernig þetta var nú bara í framkvæmd, í praxís eins og ef maður má sletta svo, þá var þetta þannig að embættin voru auglýst hér í febrúar síðasta ári og það leyti urðu nú nokkrar umræður hér í þingsal þessa skipun og fróðlegt fyrir menna kannski að rifja það upp að einhverju leyti. Þær umræður þær voru aldeilis ágætis veganesti fyrir ráðherrann í þessu efni. Þetta umræður sem að sköpuðust þegar að ég mælti fyrir breytingu á dómstólalögum, tæknilega breytingar til þess að liðka fyrir öllu þessu ferli og í framsögunni þá sköpuðust þarna einhverjar umræður. Þetta var 7. febrúar og svo var greitt atkvæði það 27. febrúar. Það gerðu menn grein fyrir atkvæði sínu sem að og lögðu svona sitt lóð á vogarskálarnar hvað sjónarmið við skipan dómara varðar í þeim efnum. Nú, svo gerist þetta þannig að menn sækja og senda umsóknir til ráðuneytisins og ráðuneytið lögum samkvæmt fer yfir það og kannar hvort að menn uppfylli almenn hæfisskilyrði, þar að segja hvort að menn hafi yfir höfuð lagapróf, hvort að nú langur tími liðinn frá því að menn luku prófi og þar fram til götunum og skilja frá þá sem að einhverjum hluta vegna uppfylla ekki þessi almennu augljósu hæfisskilyrði og gefa þeim færi auðvitað á andmælum hvað það varðar. Og það var engin ágreiningur þannig lagað það en það voru þarna einhverjir sem sóttu sem ekki uppfylltu alveg öll skilyrði. Síðan á ég fund með formanni dómnefndar, Gunnlaugi Claessen og til þess að afhenda þessar umsóknir, hann fær það bara eins og komu frá umsækjendum bara beint og nefndin tók til starfa. Og ég átti síðan engin önnur samskipti við þessa nefnd fyrir en að nefndin hefur lokið störfum og leggur fram drög að umsögn sem hún gerir í þeim tilgangi til þess að veita öllum umsækjendum svigrúm til þess að gera andmæli við umsögnina og þá leið voru mér kynnt þessi drög líka og ræddi þá nú bara svona í grófum dráttu við formann nefndarinnar hvernig þessu starfi hefði undir fram og ég hafði þetta fullan skilning á því að þetta var mikið verk sem þurfti að vinna á stuttum tíma þótt að nefndin hefðum haft hátt í 3 mánuði til þess, þá það þetta naumur tími til þess að fara yfir umsóknir 33 umsækjenda sem að margir skiluðu mjög miklum fræðigreinum og allskyns efni en nefndin tókst að gera þetta og hann lýsti fyrir mér hvernig þau hefðu tekið viðtöl við viðkomandi og hvernig þetta svona hefði verið unnið þarna í nefndinni. Og á þeim tímapunkti að þá
mér líka kynnt það að þegar ég spyr eftir hvernig þetta sé unnið mennum sem gefin svona einkunn og mér sýnt svona einkunnarspjald eða Excel-skjal sem hefur nú verið hérna í fjölmiðlum í umræðunni og þessu lýst sem mjög svona hlutlægu og ég skynja það að það hefur farið fram mjög hlutlægt mat á umsækjendum. Mönnum gefin einkunn og ýmsum flokkum og þar fram til göttunum. Og af því tilefni spurði ég þegar ég sá þetta skjal svona hvort að það væri hefði verið kannski hvort þetta væri nú alveg heppilegasti mælikvarðinn, hvort það væri hægt að grafast fyrir hverjir væru hæfastir með svona rosalega hlutlægum hætti og ég rek strax augun í það til dæmis að einkunnagjöf þannig að hún vekur spurningar hvernig stendur því að meðal hæfustu umsækjenda sé einn með einkunnuna 10 í menntun og annar með einkunnuna 1 í menntun, 1. Sem svona einhvern veginn á blaði minnst lítur út fyrir að sé ekki góð einkunn í lögfræði fyrir sko mann sem að öðru leyti uppfyllir sko skilyrði menntun til starfans. Þannig þetta var svona eina þeim athugasemdum sem að ég gerði og spurði út í og hjó líka eftir öðrum svona það var ýmislegt sem vakti upp spurningu með þetta hlutlega mat sem kom fram á þessu Excel-skjali og mér ég er líka upplýst það að það hafi nú aldrei verið gert opinbert þetta skjal, þetta Excel-skjal og eða þetta sem var kallað skorblað í gamla daga en þetta sé svona vinnugagn en svo var mér afhent þetta þá með þeim orðum að þetta væri þá ekki lengur vinnugagn en alltaf einu þetta upplýsingar umsækjendur og sem að umsækjendur svo sem fengu ekki sjálfur til andmæla en menn höfðu þarna viku til andmæla og þau andmælin berast sem sagt dómnefndinni og viku síðar að þá lýkur dómnefndin störfum sínum og kemur formaður nefndarinnar kemur aftur á fund til mín og með óbreytta sem sagt þá hafði þessi drög sem áður hefði verið kynnt bara verið komin orðin endanleg, engin breyting hafði orðið á afstöðu nefndarinnar þrátt fyrir andmæli ýmissa umsækjenda. Og ég spurði formann nefndarinnar reynda bæði í upphafi þessara vinnu og í lokin líka ég spurði reyndar í upphafi með hvaða hætti þeir myndu setja fram sína niðurstöðu vegna þess að það er allur gangur á því hefur verið allur gangur á því í störfum nefndarinnar. Stundum hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að 2 séu hæfastir eina stöðu þegar það hefur verið auglýstar til dæmis 3 stöður þá hefur nefndin stundum komist að því að 2 séu hæfastir í 2 stöður en kannski 3 eða 4 hæfastir í þá 3. Þannig að ég nefndi þetta svona bara að forvitni við formann nefndarinnar hvernig þessu er það háttað og fékk nú engin svör við því í upphafi en þegar að umsögnin lá fyrir þá spurði ég formanninn hvort það hefði komið til greina hvort að nefndin hefði aldrei rætt það hvort það hefði verið tilefni til þess að komast að til dæmis niðurstöðu að það væru 20 hæfastir í þessi 15 embætti nú eða til dæmis það að 5 væru klárlega hæfastir í 5 stöður aðrir 5 í næstu 5 eða aðrir 10 í næstu 5 eða þar fram til göttunum og mér var tjáð það að það hefði ekki verið komið til tals þannig að það hefði aldrei verið gert áður var mér sagt ég hélt hann fram og ég hélt nú fram hérna andstæðu vegna þess að ég þekkti það að nefndin þetta hefði nú verið allur gangur á þessu en svo kom það á kafinu auðvitað að það hefur auðvitað ekki verið áður skipað í Landsrétt þannig að það var svo sem alveg rétt að það hefði ekki áður verið farið öðruvísi að við skipan í Landsrétt. Nú ég fékk þessa tillögu og fór yfir andmæli þeirra umsækjenda sem að sendu inn andmæli og þau andmæli voru mörg bara vel unnin og rökstudd. Ég hins vegar í ljósi þeirra skyldu minnar að þurfa að leggja tillöguna undir Alþingi og í ljósi þess í rauninni þar með var ákvörðunarvaldi í höndum Alþingis. Ákvörðunarvaldi er klárlega í höndum Alþingis
samkvæmt þessu bráðabirgðaákvæði sem ég nefndi hérna áðan, að þá taldi ég rétt að ræða við formenn allra stjórnmálaflokkana sem þá sátu á þingi, bæði stjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana, ræddi við þá alla og bara vildi heyra þeirra sjónarmið þennan lista og ég heyriði alls konar sjónarmið. Það sem stóð upp úr eftir öll þessi samtöl var það mér var það alveg ljóst að þessi listi yrði aldrei samþykktur óbreyttur hér á þinginu. Það var alveg ljóst. Mér var alveg gert það ljóst og þannig ég fór nú að skoða þetta og hlustaði á þessu sjónarmið þingmannana. Ég hlustaði líka, eins og ég segi, fór yfir andmæli umsækjenda og skoðaði þetta heildstætt, skoðaði þetta og ég var mjög hugsi yfir þessu Excel-skjali og þessu gríðarlega hlutlega mati sem að nefndin hafði lagt til grundvallar, sem að greinilega hefur ekki alltaf verið í störfum nefndarinnar. Ég nefni það að einstaklingur sem var í 15. sæti, talinn 15. hæfasti af nefndinni, hann var með einkunn 0,025 hærri en einstaklingurinn í 16. sæti. Þetta fannst mér nú strax blasa við að væri þvílíkur lítill munur að gæti ekki gefið tilefni til fyrir nokkurn mann, hvorki í rauninni dómnefnd eða annan, að draga þá ályktun að maðurinn í 15. sæti væri það mikið hæfari en sá í 16. að það væri tilefni til þess að telja hann bara hæfastan og bara hann koma til greina. Og það voru svona fleiri atriði. Ég vek hins vegar sérstaklega athygli á því að í umsögn nefndarinnar sérstaklega tekið fram að hún leggur til 15 einstaklinga, en það sérstaklega tekið fram að nefndin sjálf geri ekki upp á milli þessar 15 einstaklinga. Nefndin sjálf taldi sem sagt ekki tilefni til þess, hún byggir sjálf ekki í opinberri umsögn sinni á þessu skorblaði eða þessu Excel-blaði, taldi ekki tilefni til þess að gera upp á milli þessar 15, þótt að jafnvel af skorblaðinu hefði alveg verið tilefni til þess að gera það vegna þess að munurinn á einkunnum þeirra í efstu 5 var það mikið hærri heldur en þeirra sem að voru í síðustu 5 eða 3. En nefndin tekur það sérstaklega fram, hún gerir ekki athugasemdir, hún gerir ekki upp á milli þessara nefndarmanna. Og ég nefni þetta líka vegna þess að það stundum í umræðunni verið að gera mikið úr því að ráðherra hafi tekið eitthvað úr einhverju sæti og setti einhvern annan úr öðru sæti. Nefndin sjálf leit ekki á þessi sæti. Og ég vil sem sagt þá nefna þetta, þetta aðstæðan sem að ég var í, þingið, það lá fyrir að þingið myndi ekki samþykkja tillöguna, ég hafði líka, og þingið hafði ákvörðunarvaldið, það skipti nú öllu máli í þessu, hafði skipunarvaldið, og svo stóð ég líka frammi fyrir því að ég var með þau tímamörk í lögum, ég hafði bara 2 vikur til þess að vinna málið ef ég vildi breyta út frá tillögu nefndarinnar, þá hafði ég bara 2 vikur til þess og þar undir götunum. Og ég vil nefna það líka að mér var auðvitað sjálfsögðu líka alveg ljóst og að rannsóknarregla stjórnsýslulagana, skráð og óskráðar reglur, það eru auðvitað gilda öll störf ráðherra, alveg sama svo sem hvaða störf það eru og áttu við í þessu efni. Og það var nú meðal annars þess vegna sem ég ræddi nú við þingið og meðal annars þess vegna sem ég fór yfir andmælin og meðal annars þess vegna sem ég ræddi við formann nefndarinnar og las allar umsóknir og fór yfir öll gögn málsins. Og ég þekki líka dóm sem númer Hæstaréttar frá númer 412 frá 2010, en í því máli kemur sérstaklega fram að með lögunum árið 1998 sem lítur að þessari nefnd, þá var rannsóknarskyldu við skipun í embætti héraðsdómara í verulegum atriðum létt af dóms- og kirkjumálaráðherra eins og þá var. En hún þess í stað lögð á herðar dómnefndar, þannig að þetta sjónarmið á auðvitað ennþá við þess vegna taldi ég mér auðvitað líka bæði rétt og skylt að byggja á vinnu nefndarinnar og umsögn nefndarinnar og þar á meðal til dæmis þann kannski litla samanburð sem að nefndin sjálf gerir á umsækjendum. Þannig á þessu byggði ég mér
mína vinnu. En ég vil bara leggja þá áherslu að því ég nú þeirra skoðun að svona hæfnisnefndir séu góðra gjalda verðar og þær séu nauðsynlegar og þær eru auðvitað eiga að vera ráðherra til aðstoðar, en það eru svona nefndir einn armur, bara framlegging af ráðherra og heyrir undir framkvæmdavaldið. Það er stundum talað það að svona nefndir séu eins og þær séu algjörlega óháðar, en það er auðvitað fjarri lagi, það er auðvitað hluta framkvæmdavaldinu, ef menn hafa eitthvað áhyggjur af því að framkvæmdavaldið hafi eitthvað vald við skipun dómara, þá er það auðvitað ekki þannig. En í þessum aðstæðum legg ég bara áherslu á þessar tvennt að Alþingi vildi hafa eitthvað þetta mál að segja og ég hefði bara 2 vikur. Og þegar menn túlka rannsóknarregluna, fyrir utan það að maður hefði bara 2 vikur, maður þarf að túlka rannsóknarregluna til ljósi aðstæðuna. Og meðal annars þessa ég hefði 2 vikur, það segir sitt hvað, það segir nokkuð það kannski hversu mikla rannsóknarskylda lögð á herðar ráðherra ef hann hefur bara 2 vikur til þess að rannsaka mál sem að hæfnisnefndir hafa marga mánuði til að gera. Svo er það líka það að þingið fer með ákvörðunarvaldið og ég nefni til að mynda í bók Bjargar Thorarensen stjórnskipunarrétt, þar sem hún fjallar sérstaklega þetta og segir að einmitt að í þessum tilvikum þegar að ráðherra víkur frá tillögu hæfnisnefndar að þá er það Alþingi sem að fer með ákvörðunarvaldið en ekki ráðherra. Og í þessu ljósi þarf að líta til dæmis á mínu verki þessu vegna þess að þingið var auðvitað í stakk búið til þess að hafna tillögu minni eða samþykkja. En það er ákvörðun þingsins. Svo kemur inn þessi, heyri ég núna umræðu það að akkur það var ekki rökstutt, akkur einhver var tekin út og ég hefði þurft að rökstyðja það meira, þá bendi ég auðvitað á það að það er áralöng framkvæmd og kemur fram í mörgum álitum til dæmis umboðsmanns Alþingis að það þurfi ekki að rökstyðja einhver fær ekki einhverja stöðu. Það hefur aldrei verið gert í íslenskri stjórnsýslu, það er bara meginregla, menn rökstyðja ekki af hverju einhver fær ekki stöðu embætti. Og það er líka meginregla í stjórnsýslurétti íslenskum að rökstuðningur er almennt ekki samhliða, heldur eftirfarandi. Það er að segja að það er ekki skylt að láta rökstuðning fyrir ákvörðun ráðningu í opinber starf fylgja með tilkynningu mál, niðurstöðu máls. En aftur á móti eiga umsækjendur rétt á því að fá rökstuðning óski þeir eftir því eftir á. Og það hafa sumir umsækjendur gert og gerðu og fengu rökstuðning. Og ég nefni í þessu, hafi menn áhuga á því að þá er það grein Hafsteins Dan sem heitir Ráðningar í opinber störf, það er sérstaklega fjallað þetta. Og Páll Hreinsson hefur líka fjallað þetta í sinni bóku Málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins sem segir stjórnvöldum er yfirleitt ekki skylt að veita samhliða rökstuðning nema það sé sérstaklega boðið í lögum. Ég sendi auðvitað bréf til Alþingis á sínum tíma en þó með rökstuðningi og að mínu viti ítalegri rökstuðningi samhengið og heildar yfirbragð á öllu þessu máli heldur en kannski dómnefndin gerði. Ég færði fyrir því rök að það væri verið að setja á laggirnar áfrýjunardómstól, ekki fyrsta stigs dómstól, heldur áfrýjunardómstól. Það væri verið að skipa 15 manns í einu lagi. Það væri mikilvægt að dómstólinn gæti tekið til starfa hnökralaust frá upphafi og í því ljósi taldi ég málefnalegt, algjörlega málefnalegt að líta til þess að dómarareynsla yrði metin að verðleikum alveg eins og reglur störf hæfnisnefndarinnar kveða reyndar en ég vek athygli á því að í þessu Excel-skjali kom til dæmis fram að þar fengu allir umsækjendur einhverjuna 10 fyrir þann matsþátt lítur að stjórnun þinghalda og jafnvel þótt að sumir umsækjandi hefði aldrei komið inn í dómsal á ævinni. Þannig ég taldi þetta vera málefnilegt hjá mér og ég hef reyndar ekki heyrt því nokkuð staðar hnekkt að þetta mat mitt hafi verið ómálefnilegt. Og það var þá úr að ég tók alla þá dómara sem höfðu áratuga athugasemdalausa reynslu af dómstörfum. Ég lagði þá á jöfnu við þá 15 sem að dómnefndin komst að niðurstöðum að væru hæfastir, að jöfnu. Og í stað þess þá að við værum þá með 15 manna hóp af hæfustu umsækjendunum, þá voru þeirra orðin 24. Og ég hef ekki heyrt því haldið fram að þetta sé ómálefnilegt, en það fæ ég nú ekki séð hvernig menn getur haldið því fram að það að taka skipaða dómara, leggja þá jöfnu við aðra umsækjendur sem enga reynsla hafa á dómstólum, þegar
verið að skipa í áfrýjunardómstól. Þannig að það var það sem ég gerði og það kannski aðalatriði, það var málefnilegt sjónarmið sem lá að baki og að mínu mati skoðaði ég málið eins og hægt var og gerði þessa tillögu. Og ég vil benda á það líka að rannsóknarreglan auðvitað matskennd regla. Það tekist á hana, ég ætla nú ekki að segja daglega fyrir dómstólum landsins hérna, en mjög gjarnan. Og það bara eðlilegt að menn geri það. Og með því hafa menn náð að forma betur stjórnsýsluréttin, en ég vil vekja hins vegar athygli fyrir þá sem að halda að þetta sé svo hlutlegt mat, að það sé alveg allt saman borðleggjandi og hafi verið borðleggjandi í sumar þegar ég tók mín ákvörðun. Þá vil ég bara vekja athygli á muninum á héraðsdóminum og Hæstarétti, og það nú bara lögfræðingar, visti lögfræðingar sem að kveða upp þessa dóma. Og héraðsdómurinn til dæmis kemst að þeirri niðurstöðu að mat hæfnisnefndarinnar hafi verið haldið efnislegum annmörkum varðandi eiginleika og færni hvers og eins. Og héraðsdómurinn kemst líka því að mat hæfnisnefndar hafi verið haldið efnislegum annmörkum varðar hæfni umsækjenda til að stjórna þingkvöldum og semja dóma. Hæstiréttur hins vegar kemst að þeirri niðurstöðu að það hafi ekki verið annmarki á álitinu hvað varðar mat á fræðiskrifum, það hafi verið óverulegur annmarki á álitinu hvað varðar mat á hæfni við samningu dóma og það voru engar athugasemdir gerðar við það í Hæstarétti, við þá aðferð sem dómnefnd viðhafði hvað stjórnun þinghalda varðar. Þarna kannski sjá menn hversu matskennt þessi rannsóknarregla getur verið. Mat, auðvitað það að ráða fólk eða skipa fólk í stöður, það auðvitað byggist einhver leita á huglægum atriðum. Nú hér verið að benda mér á að tíminn líður hratt og ég hafi ekki lengri tíma til þess að vera með þessa framsögu í þessu, en ég bara þá hlakka til að ræða hérna við nefndamenn, en ég vil bara nefna það í lokin hins vegar í þessu að mér finnst menn þurfa að þingið, löggjafinn, þarf alveg að mínu mati mjög nauðsynlega að huga að næstu skrefum í þessu, vegna þess að ég tel alveg óásættanlegt að þessi mál verði áfram í þessum farvegi, þessi menn ætla að halda því fram að þetta fyrirkomulag sem á pappi þannig að ráðherra geti vikið frá og vísa því til Alþingis, að það eigi bara að vera á pappir. Ég heyri virta fræðimenn tala þannig og mér hugnast ekki slík syndamennska í lagateksta að menn seti bara hér eitthvað í texta laga sem að menn ætlist ekki til að nokkur maður fari eftir. Menn þurfa þá bara að skýra það hvernig menn vilja hafa það. Það getur verið sjónarmið löggjafans ef hann vill hafa það þannig að það sé hæfnisnefnd, sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem heyrir ekki undir nokkur mann, ekki einu sinni umboðsmann Alþingis nánast, að hún afgreiði þessi mál og hafi áhrif á og stjórni því hverju sitja hér í dómi. Það getur verið sjónarmið og það er þá bara frábært að fá það sjónarmið fram og ræða það. Það getur líka verið sjónarmið ef menn vilja halda því fram málefnalega að það sé gott að hæstaréttardómarar eða dómararnir sjálfur sitjandi dómarar hafi það að segja hverjir verði eftirmenn þeirra eða sitji með þeim í dómi. Það getur alveg verið málefnalega sjónarmið að halda því fram að það yfir alfarið þannig. En þá vil ég fá að heyra það og það væri mjög gott að heyra það. Svo getur líka verið það sjónarmið að menn vilji tempra þetta vald, allar þessar 3 einingar ríkisvaldsins með þeim hætti eins og að nokkru leyti gert með lögunum, en það verður þá að vera raunhæfur möguleiki fyrir Alþingi til þess að koma að málum og Alþingi þarf þá auðvitað líka að vera búin að setja sér einhverjar reglur að hugsa það með hvað það hætti Alþingi ætlar að taka á móti svona málum. Takk í bili. Takk fyrir þetta kærlega. Þá gefst nefndarmönnum kostur á að beina spurningum að ráðherra og formaður var búin að setja sjálfa sig fyrsta á þann mælenda skrá. Ég vil byrja á því að spyrja þig aðeins út í þetta með hlutverk Alþingis. Nú er það hluti af vörn þinn í Hæstarétti og héraði að málinu væri ranglega beint að ráðherra, ætti að vera beint að Alþingi. Það mátti líka greina þetta í máli þínu áðan sem og í sjónvarpinu í gærkvöldi. Er þetta ennþá þín skoðun að í rauninni hefði málinu átt að vera beint að Alþingi? Að Alþingi, eins og þú sagðir áðan, fær með skipunarvald og að þess vegna hefði þetta í rauninni átt að beinast að því. Já, þú ert að tala málaferlin. Nú áttaði ég mig á því í morgun að
þegar ég var að fara yfir gögnin sem að nefndin hafi fengið, hún hefur ekki fengið greinargerðir ríkisins, er það ekki rétt hjá mig, greinargerðir ríkisins í málum. Ég tel nú rétt að nefndin fái greinargerðir ríkisins í þessu máli og hef óskað eftir því að koma því á framfæri að nefndin fái greinargerðirnar. Bæði greinargerðir fyrir héraði og Hæstarétti. Er það ennþá skoðun þín að Alþingi rauninni hafi borið ábyrgðina þannig? Það er ekki bara skoðun mín, það kemur bara fram í stjórnskipunarrétti Bjargar Thorarensen til þess að það er Alþingi sem hafði ákvörðunarvaldið. Það er alveg skýrt. En það velti ég bara af hverju ósköpunum hafa menn sett þetta inn í lagatextan öðruvísi en til þess að tryggja aðkomu þingsins. Og þingið var í færum til þess að segja bara nei, við samþykjum ekki þennan tiltekna umsækjanda eða þessa tiltekna tillögu. Nú eða annarkvæmt samþykja eða hafna. Og það er mjög lítið vikið af þessu í greinargerð með lögum frá 2010 og það er auðvitað bagalegt, en það er þannig að það þyrfti nú að fara í gegnum það, en í málsvörninni þú ert að vísa alveg til málflutnings þess að ég er nú ekki með greinargerðina, en ég er bara að tala um almennt. Ertu ennþá á því að Alþingi í rauninni beri ábyrgðina á þessu en ekki ráðherra? Já, Alþingi klárlega ber ábyrgð á skipuninni. Það er Alþingi sem staðfestir skipuninni. Það er alveg ljóst. Leið og ég sendi málið hérna inn, þá var bara málið í höndum Alþingis og Alþingi hefði getað gert hvað sem er rannsakað eða vill, menn það tekið fram sérstaklega í skýrslu nefndar sem að laði drög að lögunum frá 2010 að Alþingi auðvitað, og á það bendi Björg Thorarensen líka, Alþingi lítur auðvitað ekki stjórnsýslulögum eða eftirlit umboðsmanns Alþingis. En Alþingi var búin að fá málið, óskaði eftir að fá málið hingað til sín og hafði málið. Ég hafði ekkert forræða málinu lengur þegar ég hafði skilað tillögum mínum inn til Alþingis. Velti fyrir mér í framhaldi af þessu, nú var búið, við hér nefndarmenn fáum að sjá í gögnum málsins að það er ítrekað búið að gefa ráðherra þau ráð og svona leiðbeiningar varðandi þetta að ef að ráðherra hyggist ekki ætla að fara að tillögum nefndarinnar þá einnig ef Alþingi hafnar tillögum ráðherra að þá þurfum við að fara með þetta aftur inn til nefndarinnar sem að þá fer aftur yfir málið. Nú kemur það einnig fram að ráðherra taldi dómarareynslu eiga að fá aukið vægi þarna. Það má líka sjá í gögnum málsins að þau ráð eru send til ráðherra að ef að svo á að vera þá verður að senda málið allt aftur inn til nefndarinnar til þess að það sé þá tekið þetta aukna vægi dómarareynslunnar og það sett yfir alla umsækjendur og þeim veittur andmælaréttur. Mér leikur forvitni á að vita hvers vegna ráðherrann fer ekki eftir þessum ráðum. Hvers vegna ekki er farin þessi leið sem að fjölmargir benda á að sé svo eina rétta? Það er ekki rétt að það sé okkur fjölmargir. Aðstæðan í ráðuneytum var þessi. Ég hafði starfsmenn sem hafði starfað með nefndinni og þau fylgdu svona umsókn nefndarinnar inn til mín og voru mér til skrafs og ráðagerðar þetta allt saman og ég fekk upplýsingar líka hjá þeim bara störf nefndarinnar almennt, hvernig þetta hefði nú verið unnið og þar fram til götunum. Og þau auðvitað bentu mér á það ég þyrfti auðvitað að rannsaka málið ef að ég ætlaði að fara að breyta út frá þessari nefnd og það hefði auðvitað aldrei verið gert og þar fram til götu þessi sjónarmið sem ég þekki bara mæta vel. Og svo kom upp sjónarmið þetta, því var líka haldið fram ég þyrfti að, frá einum aðila, starfsmanni ráðuneytisins, að ég þyrfti að rökstyðja af hverju einhver væri ekki á listanum. Ég er nú búin að fara yfir það hérna af hverju ég tel að það þurfum ekki að gera vegna þess að það samræmist ekki stjórnsýsluréttinum að það sé rökstutt sérstaklega af hverju einhver færi ekki eitthvað. Svo var auðvitað aðstæðan líka svo. Ég hefði auðvitað líka getað sagt við nefndina þetta er bara alveg vonlaus niðurstaða sko. Þið verið bara að gera eitthvað annað í þessu. Þingið mun ekkert samþykkja þetta. Þið verið bara að finna eitthvað annað, hræra eitthvað inn í þessu. Og ég hafði nú nefnt þetta við formann nefndarinnar að hvort það hefði komið til greina að leggja til einhverja fleiri þarna og hann sagði hvað nei við því, sagði það kæmi ekki til greina og þetta svona væri bara niðurstaðan. Þannig að mér var það alveg ljóst að nefndin var ekki að fara að breyta niðurstöðu sinni svo nokkru nemi.
og gerði það ekki einu sinni þrátt fyrir ítaleg og mjög málefnileg andmæli sem að bárust nefndinni. Tók það reynda til að menn hefði eitthvað færst aðeins upp í einhverjum einkunum en það hefði ekki haft áhrif á heildarmatið. En mér var alveg ljóst að nefndin hefði ekkert farið að breyta neinni niðurstöðu, gert neitt annað. Nú, hvað vægi dómarareynslunnar varðar, þá kemur ekkert fram í reglum þeim reglum frá árinu 2010 sem að ráðherra hefur sett þá og lítur að störfum hæfnisnefndarinnar. Þar kveðið ákveðna mælikvarða sem á eða ákveð sjónarmið sem á að líta til, en það ekkert kveðið á hvaða vægi eigi að vera á einstökum þáttum. Þannig að það umsækjendur til dæmis, þeir hafa aldrei haft hugmynd það að væri eitthvað 10% þarna eða 10% hér, en það held ég að það hafi líka mögulega verið bara ég veit ekki eins og hvort að það hefði alltaf verið sama vægið. En það kannski spurningin var ef að það var ósk ráðherra að dómaravægi yrði svona hátt skrifað. Já. Nú ekkert hátt skrifað, bara jafnhátt og aðrir. Hærra, því aukið vægi. Hvers vegna þá ekki farið af stað með það í upphafi? Bara í samræmi við reglurnar. Hvers vegna þá ekki óskað eftir því á þessum fundum eða í þessum bréfasamskiptum sem að ráðherra á við formann dómnefndar? Það ekki að sjá að það hefði neitt verið minnst á það sérstaklega þarna, heldur eingöngu bara hvernig vægið var yfirleitt. Jú, við ræddum þetta bara almennt og mér bara afhent eitthvað Excel-skjal sem segir að svona eigi þetta að vera og svona hafi þetta alltaf verið. Ég veit reyndar ekki, ég hef ekki framkvæmt rannsókn því hvort að það hafi alltaf verið svona, en ég hef heyrt frá fyrirverandi nefndamönnum að það hafi ekki alltaf verið svona og kemur nú fram að samtals við vægi, ég nefni þetta bara fyrir þá sem ekki þekkja, og þetta eru þættir sem kveðir á í reglum ráðherra frá 2010. Það eigi að líta til menntunar, lögmannsreynslu, reynslu á dómarastörfum, stjórnsýslu, kennslu, fræðistarfa, stjórnum, frumvörp og fleira. Og þessu þáttum gefin vægi hjá nefndinni. 5%, 20%, 20%, reyndar samtals 105% sem að ég vakti nú athygli áttaði mikið á hverju væri. En látum það nú vera, samtals var þetta 105% vægi á öllum þessum þáttum. Og það að ég hafi ætlað að líta heilstætt á málið með því að líta þannig að dómarareynsla sem að greinlega fyrir borð borin vegna þess að það fá allir 10 fyrir dómarareynslu, jáfnvel þótt þeir hafi enga dómarareynslu. Og líta þannig á að þeir dómarar þarna sem að voru með umsækjendur séu jafnhæfir hinnum. Það kallaði ekki á neinn andmæli frá einhverjum öðrum umsækjendum vegna þess að þetta bara í samræmi við reglurnar sem liggja fyrir. Og þá hefðu kannski væri ein spurningin sem ég veit ekki hvort þú varst að en ég geta ímyndað mér eitthvað velti fyrir sér. Akkur breytti ég ekki bara væginu á dómarastörfunum í þessari töflu, bara sló inn eitthvað annað vægi. Það er núna 20% ég hefði getað sett 25 eða eitthvað þar fram til göttunum og það var nú ein til dæmis að því það er nú tölvupóstur sem hefur verið í fjölmiðlum frá settum ráðuneytisstjóra sem hefur verið að benda á þetta, það hefur verið að auka þetta vægi. Þá að mínu mati var ég að gera kannski það sem mér fannst nú ekki til eftirbreytni af nefndinni, eins og nefndin gerði, að það er að byggja á þessu hlutlega mati sem þetta Excel-skjal er. Auðvitað hefði maður geta farið í hvað sem er að búa til hvaða niðurstöðu sem er með því að fara að tvista einhverjum tölum í einhverju Excel-skjali og finna bara út og raða bara upp lista eins og menn vilja hafa. Það er minnsta máli og ég vek athygli á því að með því að breyta einni einhvern hjá einhverjum umsækjanda kannski 0,5 í einhverju af þessu, þá riðlast allur listin. Þetta er nú all vísindin á bakvið þetta og ég ætlaði ekki að taka þann pól í hæðina, ég ætlaði að fara að binda mig við þetta og hækka eitthvað vægi eða hvað þá að fara að gefa þessum umsækjendum einkunnir fyrir almenna starfshæfni eða samningu og ritun dóma þar sem allir fengu 10 fyrir, eða stjórn þingalda þar sem allir fengu 10 fyrir. Þannig að ég taldi og telrendar ennþá að þetta hafi verið málefnilegt sjónarmið hjá mér að líta til dómarareynslu í þessu tilviki þegar verið er að skipa dómara við áfrýjunar dómstól. Og því mati hefur ekki verið nekt að þetta hafi ekki verið málefnilegt. Dómur Hæstaréttar lítur að því hvort ég hafi rannsakað málið nægilega og gott og vel og ég skal bara sitja undir því að ég hafi ekki rannsakað málið nægilega vel á þessum 2 vikum og ég geri það. En nú meira segja settur formaður, ad hoc formaður þessar dómnefndar hefur sjálfur viðurkennt það að það þurfa þessi frestur sé fráleitt nægilegur.
skipaður formaður þessar dómnefndar hefur nefnt með að það þurfi að breyta þessum ýmsum reglum í tengslum við þessar skipanir yfir höfuð. Þannig að það er fráleitt þannig að það sé sátt þetta fyrirkomulag og það sjá allir sem vilja sjá að ráðherra sem settur í þá stöðu að þurfa að taka ákvörðun á 2 vikum, honum verður ekki gert að rannsaka málið með sama hætti og dómnefnd sem hefur til þess marga mánuði enda er ráðherra bæði rétt og skylt að byggja á vinnu dómnefndar í þessum tilvikum. Já, þá kannski er nauðsynlegt að spyrja þegar að dómnefndin hefur haft þetta langan tíma til rannsóknar, 5 aðilar, sérfræðingar úr ólíkum áttum, starfsmenn ráðuneyti sem að þú reyndar talar að væru mögulega starfsmenn nefndarinnar og þess vegna kannski ekki alveg marktækir. Jú, þeir eru alveg marktækir, bara er að benda á hvernig fyrirkomulag væri ráðuneytinu og þessi sérfræðingar, og nú vil ég benda líka á með þetta, ég ætla ekki að segja sérfræðingablæti en þessi umræða náttúrulega finnst mér alveg vera nokkuð ómálefnaleg þegar vera að tala að ráðherra fari ekki bara í einu og öllu eftir sérfræðingum sem að benda á ýmis sjónarmið. Sérfræðingar eru ráðherra til halds og traust, diskgrafs og ráðagerða og ég hlusta á alla þessa sérfræðinga, hlusta á þessa starfsmenn, ég hlustaði á settan ráðuneytisstjóra sem er lögfræðingur líka eins og ég fekk til mín Hafstein Þór Hauksson sem er nú dósent upp í háskóla og kom að samningu starfaði í nefnd sem að samdi drög að frumvarpi til nýrra dómstólalaga og ég ræddi við hann sérstaklega einmitt hvað það hefði átt að fyrirstilla eða hvaða þýðingu það hefði að Alþingi væri veitt þessi aðkoma, hvað menn hefði verið að hugsa með því og þar fram til götun en menn verða að vera sanngjarnir í umræðum þessu mál og þegar að ráðherra hefur 2 vikur til þessa og þegar það liggur fyrir að þingið vill líka hafa sitt að segja í þessu og hefur ákvörðunarvaldið að þá verður menn að líta á þessa túlka rannsóknarskylduna í þessu ljósi. Það er kannski ef ég fæ að klára spurninguna. Í ljósi þess að þarna voru 5 sérfræðingar sem að voru valdir úr ýmsum áttum sem voru settir í þessa hæfisnefnd, þá komu einnig ráð frá settum ráðuneytisstjóra, frá sérfræðingum innan úr ráðuneytinu, frá öðrum aðilum og þetta ferli er 3 mánaða ferli en eins og ráðherrann bendir á hafði hún eingöngu 2 vikur. Er það ekki meiri líkur á að svo mikla vinna og svo mikla rannsókn sem að átti sér stað í aðdraganda þess að þetta var lagt fyrir ráðherra að hún sé bæði betur ígrunduð og svona betur unnin heldur en það sem að ráðherra fer svo í þarna á þessum mjög svo knappa tíma sem að ráðherra hafði. Er ekki meiri líkur á því að allt þetta fólk sem að hafði þarna möguleika á því að rannsaka málið komist að réttari niðurstöðu hafandi öll gögn fyrir fram að svo allan hann tíma heldur en einhver einmanneskja sem að er á öndverðu meiði við allan hópin. Þetta er ekki alveg rétt lýsing hjá þér vegna þess að nefndin, það var auðvitað bara 5 manna nefnd sem hafði málið og hafði 2 starfsmenn sér til hals og traust og nú kannski í nefndinni, hæfnisnefndinni var nú hjúkrunarfræðingur líka, ég veit ekki hvort að það hafi haft kallið það sem sérfræðiþekkingu á þessu sviði en nefndinni skipuð ýmsum aðilum sem er ágætt held ég, en bara svo menn hafið á hreinu að sérfræðiþekkingin hún er á ýmsum toga. Nú getur bara formaðurinn svara því bara og það verður bara áhugavert að heyra sjónarmið þingsins hvort að menn telji að þessi vinnubrögð nefndarinnar sem skila sér í svona Excel-skjali það sem að einhvern upp á 0,025 skilur á milli feiks og ófeiks í þessum efnum hvort að það sé málefnilegt hvort að það sé eðlilegt hvort að það sé heppilegt til framtíðar. Ef menn vilja hafa það svona þá þurfum við enga sérfræðingar nefnd, þá getum við bara haft ritara sem að drafta upp hversu lengi menn hafa staðið í hinum og þessum störfum, hversu marga bækur menn hafa skrifað, hversu þær eru þykkar og þarfandi götunum, gefið einhvern og svo bara raðar tölvan þessu upp. Ég er ekki, og ég ítreka það eins og ég byggði á vinnu nefndarinnar. Það liggur fyrir nefndinni þessi umsögn sem að er ágætis, sem er bara yfirlit yfir alla umsækjendur, umfjöllun þá, þetta er bara opinbert gagn og ég fór yfir þetta allt saman og þetta er auðvitað vinna sem þar með búið að létta af ráðherra. Ég þurfti ekki sjálf að fara aftur
að telja hversu og skoða að lesa umsagnirnar með því sjónarmið að kanna hversu með lengi menn hefur verið dómarar þar fyrir göttunum. Ég gat byggt á þessu. Þannig þetta helst auðvitað allt í hendur, alveg eins og það á að vera lögum samkvæmt þessu lögin eru. Þetta á allt að haldast í hendur. Nefndin á að vera ráðherra til stuðnings, hún á að vinna ákveðna forvinnu, hún á að leggja til við ráðherra hverjir eru hæfastir til starfans, en að mínu mati ekki tilefni fyrir nefndina þegar að niðurstaða nefndarinnar svona að komast að þeirri niðurstöðu að það séu bara 15, nákvæmlega 15 hæfastir í þessi 15 lausu embætti, og ég vek athygli á því að þegar eru 33 umsækjendur þá eru 15 möguleikinn til að fá 15 einstaklinga að raða þessu upp hérna sem einhverjum 15 hæfustu yfir milljarður. Það milljarður möguleiki á því að raða mönnum upp hérna með þessum hætti, og það alls mikil tilviljun á mínum mati að það skuli bara hafa verið nákvæmlega 15 sem voru hæfastir. Takk fyrir þetta. Jón Þór, gjörðu svo vel. Já, takk. Ólöglegar skipanir ráðherra á 4 dómurum náttúrulega eitt alvarlegasta sem gerist í réttaríki. Dómstólarnir eru á endanum alltaf grundvöllurinn fyrir því að setja réttarverndar landsmanna. Það málið grafalvarlegt. Og ef ráðherra axlar ekki ábyrgð í þessu máli, í þessar kringumstæður, eftir að hafa fengið ráðleggingar frá ráðuneytinu, starfsfólkinu sem að þurfti að gera það samkvæmt lögum, þannig að ráðherra ekki bara skraf svo ráð að gera, þannig að ráðherra myndi fylgja lögum. Það ástæðan fyrir því að samkvæmt lögum að sérfræðingar innan ráðuneytis verða að veita ráðherra þessar upplýsingar og ráðherra verður að leita þessar upplýsingar frá sérfræðingunum. Ef ráðherra þarf ekki að axla ábyrgð við svona kringumstæður, þá þýðir það sem við horfum á í Austur-Evrópu, að öfgaflokkar eða komast til valda geta tekið við dómskerfið. Það hættulegt. Nú, varðandi upplýsingar. Þessi stjórnskipunar eftirlitsnefnd hér óskaði eftir upplýsingum ákvarðanir og verklega ráðherra 3. janúar til þess að skoða nákvæmlega þetta alvarlega mál. Það var eftirlit með ráðherra í þessu alvarlega mál. Og gögn sem að stundin birti höfðu meðal annars verið sent hérna inn til Alþingis. Ráðherra segja að þetta hefði gátt að birtast og væri vinnugögn, en ráðherra var rétt á hann að segja að vinnugögn í málinu eins og þetta skjal frá yfirmanni dómsmálaráðuneytisins, eða þar að segja ráðuneytisstjóra, væri gamalt vinnugögn, væri ekki lengur vinnugögn. Þannig að við erum búin að biðja eftir öllum gögnum í málinu, þannig að við getum tekið sinnt okkar eftirlitshlutverki, og það sem ég langar að spyrja ráðherra, fyrsta spurningin, hvort hún mun verða við því að við fáum bara öll gögnin í málinu, þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðunum ábyrgðar ráðherra. Það er fyrsta spurningin. Varðandi tíma, ráðherra ítrekka sig staðins eftir 2 vikur fyrir sín ákvörðun, en það kemur fram og ítrekka kom fram og kemur fram í þessum vefposti frá ráðuneytisstjóra settum til þín að það voru margar mismunandi leiðir. Nú langar að spyrja ráðherra hvers vegna fóru ekki eftir einhverjum af þessum nokkrum leiðum. 1. Að breyta lögum og reglum fyrirfram. Það var hægt að gera í febrúar þegar þú varst að breyta lögunum dómstólana. Þannig að þú hefðir meira svigrúm. Þannig að þú gætir haft áhrif þá á það hvaða vægi skiptir meira máli, eins og dómarareynslu eins og þú hefur ítrekað nefnt. 2. Já, þetta er spurning hvort hún sé að uppfylla þetta. Hvort hún, þessi 3 atriði sem hún hefði getað gert, hvers vegna fóru ekki það leiðir. 2. Að breyta lögum rétt fyrir það að fresturinn rann út, það kemur fram í rannsókn, það hefði getað breytt í þá í maí. Eða að óska eftir að fá málið eftir til sín frá Alþingi, og við buðum það ítrekkað og áttum ítrekkað þetta samtal, Sigríður, ítrekkað áttum við þetta samtal það að þú gætir tekið aftur, við lögum fram tillögur það, við nefndum það í ræðum málið, við nefndum það með þér á fundi í stjórnskipunar eftirlitsnefnd, þú hefðir getað fengið málið til þín aftur, og þá þau samsög verið búin að uppfylla þinn 2 vikna frest. Þannig að hvers vegna notaðu ekki neitt af þessum atriðum til þess að fá meiri tíma til að vinna málið vel. Nú varðandi ábyrgðina bara í restina, pólitíska ábyrgðin ekki komið til staðar fyrir en eftir kosningar, og Bjarni Ben sagði í kosningabaráttunni í pallborðinu með mér að Hæstaréttardómur hefði ekki verið fallinn og því væri ábyrgðin ekki ljós, sem því að pólitíska ábyrgð kemur ekki til kastana fyrir en eftir kosningar þegar Hæstaréttardómur fellur. Takk. Já, sko varðandi vinnugögnin, ég veit ekki betur en að stjórnskipunar eftirlitsnefnd hafi fengið öll gögn sem öll gögn sem hún hefur beðið Ekki frá ráðuneytisstjóranum sem birtist núna í Kveik í gær, nei. Ekki frá ráðuneytisstjóranum? Nei, þetta sem sendi þér tölvupóst þetta efni. Við erum alltaf að fá fleiri gögn hérna og þannig, við höfum ekki fengið þetta nefndin og það Ég veit ekki betur en að nefndin hafi fengið allt bara sem hún hefði beðið á að hafa beðið Ég hef meira sjálf, sko,
þessi gögn mega öll vera opinber mín vegna og ég hef velti fyrir mér að birta þessi gögn bara öll á heimasíðu ráðuneytisins. Sérfræðingar mínir hafa leikið mér hins vegar það og starfsmennirnir sem ekki auðvitað þurfa að sæta því að vinnugögn þeirra séu sett á gerð opinber sérstaklega. Þannig að það mér svolítið hægt vik hvað ég birt endilega í þessu. Það er ekkert af þessu sem á eitthvað að fara leynt og ég vil endilega að menn fái bara öll gögn og ég kallaði sjálf eftir gögnum frá dómnefndinni og þetta eina af gagni sem ég fæ er þetta Excel-skjal sem ég fékk og var nú kynnt stjórnskipunar eftirlitsnefndina í síðasta sumar við umfjöllun hennar í þessu máli og þannig að það liggur allt fyrir hérna. Það er ekki komið að þú saman þetta með en ég veit nú bara því þingmaður spyr þá hefur það komið fram bara opinberlega að þingmaðurinn hefur sjálfur tjáð sig og staðfest að hann telji nú að þetta sé nú full rannsakað en vel annars þessi fundur sé eingöngu til þess að elda ráðherrann hægt og örugglega. Ábyrgðin ljós fyrir mér en ekki öðrum. Þess vegna þurfum við meira upplýsingar. Já, en þingmaðurinn hefur nú tök á að koma upplýsingum á framfæri og ræða þetta málefnalega og ég bara hvet hann til að gera það og hann hefur gögn og ræða þetta málefnalega. Það er ekkert sem er nýtt að koma í þessum málum, ekkert í þessum gögnum eða sem á að koma nokkrum manni óvart og ekki kemur mér neitt óvart. Af hverju fór ég ekki eina leiðina fyrir eitthvað næra? Ég er búin að nefna það af hverju ég fór það ekki þá leið að henda þessu aftur, senda þetta aftur inn til dómnefndarinnar. Ég nefndi sérstaklega þrjár leiðir, ég svar við þeim. Já, svo það liggur fyrir auðvitað að ég hafi 2 vikna frest. Mér hefði ekki fundist eitthvað bragur á því og ég dreg í efa að þingið hefði talið eitthvað brag á því eða bara það hefði farið í gegn hér á þinginu. Hefði nú ráðherra komið með það þegar hann kom með umsóknirnar frumvarp til lag breytingur á þessum lögum til þess að lengja frest ráðherra til þess að breyta niðurstöðu nefndarinnar. Þingmaður lifir í þessum pólitíska raunveruleika og ég og við vitum alveg hvað klukkan slær hérna á þingi. Það hafði auðvitað aldrei farið hérna í gegn og það er í hæsta máta þetta er náttúrulega bara einfaldlega pólitískt lýðskrum ætla að halda því fram að ráðherra hefði á þessum tíma geta farið að breyta reglunum eftir á þegar ferlinu var að ljúka. Svo er spurt hérna af hverju ég hafi ekki tekið málið aftur til mín að þingið hafi boðið mér að gera það. Það er bara ekkert lög og samkvæmt. Ráðherra bara að skila þessi tillögu til þingsins á sínum tíma og það er ekkert í boði lög og samkvæmt að þingið bara sendi það út úr húsi aftur í ráðherra. Það er bara ekkert lög og samkvæmt. Þú nefndir það sjálf og það var möguleiki. Þingið þarf bara þurfti að vinna þetta mál, það þurfti bara að axla þá ábyrgð, það var búið að fá málið sem hafði svo mikið og innilega óskað eftir að fá í hendurnar. Og það satt, nú er ég með kannski orðið hérna, ef ég fæ að svara. Eftir að svara fyrsta atriðinu þá. Og ef þú ætlar að halda því fram að ég sé ekki heiðarleg, ég segja ósatt, þá vil ég kannski biðja þig bara ekki alveg heiðarleg, það er ekki alveg sem að segja ósatt. Nú skulum við bara að segja nákvæmlega hvað það er sem að telur þessi ekki heiðarleg. Ég er að lýsa þessu eins og þetta kom fyrir mig og ég veit ekki betur en það sé allt saman bókað hérna. Ég fundakjörum stjórnskipunar og eftirlitsnefndar allir þeir fundir sem ég átti hérna með nefndinni á þessum tíma. Staðan er bara svo lögin voru skýr og það er ekkert hægt að fara að breyta lögunum miðri á og þess vegna er ég að nefna hérna í þingið að það sé mikilvægt að þingið taki nú hérna á sig rögg og ræði þessi mál hvernig vilja hafa til framtíðar svo þetta sé ekki enn og aftur hérna skapist sér eitthvað geðshræring í þessum málum af því það mun aftur koma upp hérna álitaefni við skipan dómara. Ég nefni kynjasjónarmið. Það situr þar ein kona í Hæstarétti núna og þegar það verður næst skipa í Hæstarétt hvað ætla þingið að gera? Það verður að flutta sömu ræðurnar sem eru hérna og ég bara vek athygli hérna á einni atkvæðagreiðslu. Ég er ekki búin að fá svara síðasta atriði var að svara síðasta atriði þegar þú varst að breyta lögunum í febrúar þá hefðir getað breytt tímafrestinu fyrir sjálfa því. Hvers vegna gerur það ekki? Því það hvarflaði ekkert að mér að það þyrfti að þetta bara það hvarflaði ekki að mér að það þyrfti eitthvað meiri tíma í þetta. Það hvarflaði ekkert að mér á þeim tíma að þetta yrði eitthvað vandamál. Í rauninni má segja, ég skal bara segja að það hvarflaði í rauninni ekki að mér að það væri hægt að komast að þeirri niðurstöðu og auðvitað reyndum að glipta í sjóinn með það hversu margir myndu sækja þetta og ég var nú ánægð með það hversu margir sóttu fullt af hæfu fólki sóttu þessi embætti en það var auðvitað áhyggjuefni að þegar verið að skipa svona marga í einu 15 manns þá hefði það geta verið öllu erfiðleikum mjög fáir sóttu en það var ekki þannig og það hvarflaði ekki að mér það væri hægt að komast að þeirri niðurstöðu að fyrir einskæra tilvíðun akkúrat 15 manns myndu akkúrat teljast eingöngu þeir hæfir. Ég nefni það bara við atkvæðagreiðslu þegar menn nefna hérna í framtíð
Það var hérna ein spurning í viðbót sem að óskar eftir að því það þurfa fleira að koma að stað. Sem ég ekki búin að svara frá þingmönnum. Já, það er varðandi pólitíska ábyrgðina, já. Sko pólitíska ábyrgð, það var fallinn héraðsdómur þegar að kosningarnar voru til dæmis. Hann var alveg efnislega samhljóða Hæstarétti hvað minn hlut varðaði. Þótt hann hefði komist að þeirri niðurstöðu að á störfum nefndarinnar hefði verið þvílíkur annmarki að þegar af þeirri ástæði hefði ráðherra átt að grípa inn í. Þannig að það lá alveg fyrir og með rannsóknarskyldu og annað. Þannig ég Spurningin var fyrst að formaður flokksins í pallborði í kosningabaráttunni. Já, ég meina hvítfærði af pólitíska ábyrgð þá. Þingmaðurinn getur átt þetta bara við kjósendur. Þetta er til á vídeói, það gerist í Versló. Ég er ekkert að þræta fyrir þetta. Nei, okay. En þingmaðurinn getur bara átt þetta við kjósendur og ég á þetta við kjósendur. Ekki bara í kosningum, ég á það við kjósendur daglega. Pólitísk ábyrgð lýsir sér meðal annars í þessum fundi sem ég er hér og þessum fjölmörgu fundi, ég veit nú ekki með hvað þessi fundur er hérna sem ég hef komið hingað inn á þingið þess að ræða þessi mál og mun ræða áfram og mun ekki draga af mér í því að ræða þessi mál áfram. Ég hvet þingmenn þess að eiga við mig samtal oft og ítarlega þessi mál. Í því er pólitísk ábyrgð og ég tek samtal við mína kjósendur þegar þar að kemur. Takk fyrir Jón Steindór, gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir ítarlega yfirferð yfir málið frá þínum sjónarhóli. Mér langar kannski aðeins til þess að ræða og spyrja út í þessi gögn sem að hafa verið birt sem að koma innan úr ráðuneytinu og varða samskipti þín við ráðuneytisstjóra, settan ráðuneytisstjóra og fleiri embættismenn. Það má ráða af þeim gögnum að í fyrsta lagi liggur fyrir að þú sást öll þessi gögn því að það kemur hér fram að það var sem sagt lagt fyrir starfsmann ráðuneytisins að halda öllum þessum gögnum saman og afhenda þér í möppu, þannig að það liggur fyrir. Þú orðaðir það þannig að maður deili ekki við dómarann og það er nú gott og sjálfsagt að hafa þá reglu í heiðri. Það sem ég langar til að spyrja þig er það að það er rétt að Alþingi var með máli til meðferðar. Alþingi á eiginlega einskis annars kost heldur en því að treysta þeim ráðherra sem undirbýr mál fyrir þingið. Að hann sinni sínum skyldum samkvæmt bestu samvisku og samkvæmt þeim ráðleggingum sem að hann fær. Það má minna á 20. grein lagana stjórnarráð Íslands í 20. grein að ráðherra skal leita álits ráðuneytis til að tryggja að ákvarðanir og athafnir hans séu lögum samkvæmt og starfsmenn ráðuneyta skuli í samræmi við stöðu sína og hlutverk veita ráðherra réttar upplýsingar og ráðgjöf sem byggist á staðreyndum og faglegu mati á valkostum þannig að hann geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun. Þannig að þetta er nokkuð skýrt. Þess vegna vil ég spyrja ráðherrann að því hvort að í það minnsta eftir á að hyggja það hefði nú ekki verið rétt af honum að upplýsa þingmenn, þingheim, nefndir, samstarfsflokka, aðeila sem sátum með honum í ríkisstjórn það að það væru verulegar efasemdir uppi innan hans ráðuneytis aðferðafræði hans í málinu. Hvort að það kynni að hafa haft áhrif á meðferð málsins í þinginu hefðu þessar upplýsingar legið fyrir. Því að ráðherra segir nú, þráttur að hún hafi sagt það margoft, að hún bæri ein ábyrgð á þessu máli. Nú vill hún varpa þessari ábyrgð á herðar þingsins og þá spyr ég, hefði ekki verið rétt og skylt að upplýsa þingið þessar viðvaranir sem að hún fékk meðferð málsins? Já, ég vil taka það fram að ég hef nefnt að ábyrgðin á minni ákvörðun við tillögugerðina, hún er mín, en ábyrgðin á skipuninni, það er að segja, ég hef bent á það bara núna og hef alltaf bent á það, að ákvörðuna valdið á skipuninni er hjá Alþingi, en ég ber auðvitað ábyrgð á tillögugerðinni og það er ekki rétt kannski lýsing á þessu að það hafi komið uppi verulegar efasemdir þetta, að þessi rannsóknarskyldu henni er vinda hendi. Það komið fram þessi sjónarmið að ráðherra þyrfti að fara að bera saman alla umsækjendur
því var haldið fram með mig, ég þyrfti að fara að taka eins og nefndin hafði gert og bera saman alla umsækjendur, hvað er þessi búin að vera lengi dómari, hvað er þessi búin að vera lengi dómari og þar fram til götunum. Þetta liggur allt fyrir í umsögn nefndarinnar og ég taldi mig bara rétt og skylt að byggja á því. Það hefði ekkert breyst. Frekari rannsóknarskylda átta ég mig ekki eiginlega alveg á hvað ég hefði mögulega geta rannsakað frekar, þess að það liggur allt fyrir þarna í umsögnum. Og þetta var nú svo sem alveg rætt á stjórnskipuna og fundu stjórnskipuna eftirlitsnefndar síðasta sumar. Þetta kom inn, þá voru þetta þessu sjónarmið, þau voru viðruð uppi af þingmönnum, af þinginu, hvort það verið búið að rannsaka þetta nógu vel. Kom það framhjá í máli ráðherrans á þeim fundum að embættismenn hans hefðu varaðan við og hefðu aðrar skoðanir og jafnvel sömu skoðanir og ýmsir þingmenn? Ég man það nú ekki hvort að það er eðlilegt að flagga ykkur með embættismenn með skoðunum sérfræðinga endilega í þessu tilliti, en ég tók og ræddi þessi sjónarmið hversu ítalega þetta verið rannsakað og benti á það að þetta mér ekki fært að rannsaka máli meira á 2 vikum í ljósi þessara sjónarmið sem ég hef reifað, aðkomu Alþingis að þessu, í ljósi þess að 2 vikna frests og þar fram til götunum og í ljósi þess að það liggur fyrir bara mjög ítaleg umsögn nefndarinnar. Þannig að það stendur, svona stendur það. Og hvað það þótt að sérfræðingar í starfsmenn í ráðuneytinu hafi bent á þessi sjónarmið, þá gengur það auðvitað út á það, öll stjórnsýslan, að ráðherra hlustar á þessi sjónarmið, hún vegur þau metur, ræðir það við viðkomandi, en ráðherra ber fráleitt að fara eftir allskyns ráðleggingum sérfræðinga í þessu. Það er ekki þannig. Og ég bara nefnir, það hefum líka komið fram að eitt sérfræðingur nefndi að það væri óráðlegt að leggja fram óbreyttan lista við þingið. Það kom líka fram í einum tölvupósturinn sem þið hafið. Óli Björn, hversu vel? Takk hérlega. Þetta eru svona nokkra spurningar. Ágætt að beina einn í einu. Já, ég skal gera það. Aðeins að því að þú ráðherra fór yfir það var öllum ljóst hér að tillögur dómnefndar sem að skipan 15 dómara hefðu ekki fengið afgreiðslu hér meirihluta þingmanna. Ég held að öllum hafi verið það ljóst. Þannig að ef að menn ætluðu að því að samkvæmt bráðabirgðaákvæðum og þá voru þetta átti Alþingi að koma að þessu þó að ráðherra hefði farið að tillögu dómnefndar að fullu, þá hefði þingið þurft að samþykkja það. Bara bráðabirgðaákvæði í lögunum segir það. Þannig að ég bara velta fyrir mér, er það þannig að eftir samtölu við þingmenn og í rauninni ummæli þingmanna bæði í þingsal og opinberlega, að þá var ráðherrann tilneyddur á þessum 2 vikum að gera einhverjar þær breytingar sem að gætu tryggt framgang málsins og meirihlutastuðning á þingi. Er ég að skilja ráðherra rétt? Já, það má skilja þannig ef að til dæmis ef menn hafa viljað hafa einhvern svona skemmtilegan brag á þessari fyrstu skipun í réttin, þá lá það fyrir að óbreyttur listi hefði valdið einhverju fjaðrafóki og ég held að þinginu öllu og öllum þingmönnum sem ég ræddi við var mikið í mun að þetta yrði einhver þannig bragur á þessari skipun og þessari staðfestingu Alþingis þessu máli, að það væri ekki verið að það væri svona skemmtilegu bragur, ef ég má segja svo. Þannig ef að það hefði verið markmiðið að fá samþykkt tillögu hér án mikillar geðshræringa, að þá var ráðherrann tilnefndur til þess að endurskoða þennan lista. Er það ekki líka réttur skilningur hjá mér að ef að ráðherra ætlar að gera einhverja breytingar að tillögum dómnefndar, það er ekki hægt að leita aftur til dómnefndar, það er ekki lagastoð fyrir því að leita aftur eða vísa málun aftur til dómnefndar. Þeirra starfi er lokið þegar að tillaga til ráðherra er gerð. Það er auðvitað, samkvæmt stjórnsýslurétti, þá er auðvitað ráðherra rétt og skylt að vísa máli aftur til nefndar, hvaða nefnd sem það er, og þá bara við þessa nefndir eins og aðra nefndir, ef að það er bersýnilega pottur brotinn í vinnu nefndarinnar.
Ég mata nú svo að það væri ekki í þessu tilviki og mér sýnist nú Hæstiréttur vera sammála mér það, en það telur Hæstiréttur nánast vinnu nefndarinnar nánast óaðfinnanlega. Þannig að mér hefði ekki verið heimilt að vísa þessu til nefndarinnar, en það hafði ég enga forsendur en engar ástæður til að gera það. En þegar kemur að breytingum og tillögum, bregða út af tillögunni, þá er það rétt, þá er það ekki til lögum sem að veitir ráðherra heimilt þess að blanda nefndinni sjálfur einhvern veginn í það. Þannig, ég vekur reyndar athygli á því að það getur verið áhugavert fyrir nefndinni líka að átta sig á því að þannig er það hins vegar á Norðurlöndunum í þeim tilvikum þegar að ríkisstjórnin ætlar að víkja frá. Þá er einmitt í einhverjum löndum gerð krafa það að nefndin fái umsagnar aðild að þeir fráviki, en þannig er það ekki hér. Hér er það alveg klift og skorið, ráðherra fer þá bara með það til Alþingis og þá er það Alþingi sem hefur ákvörðunarvaldið. Og það er fundið að því, til dæmis Björg Thorarensen í stjórnskipunarrétti finnur að þessu fyrirkomulagi hér, bendir á einmitt að Alþingi, það sé óeðlilegt að veita Alþingi þetta ákvörðunarvald vegna þess að Alþingi heyrir ekki undir stjórnsýsluréttin og þar fram til götunum. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að skoða. En ég bara velta fyrir mér að því áðan vékstu að því að það yrði að skoða svona rannsóknarskyldu ráðherrans með hliðsjón af því að ráðherra hefur aðeins 2 vikur til ráðstöfunar til að fara yfir. Þá velti ég fyrir mér hvaðan fyrir rökin fyrir þessum 2 vikum þegar að lögin eru sett. Hvaðan kemur svo til og hvaða rökstöðningur er að baki því að ráðherra skuli hafa þessar 2 vikur, ef að það er rétt og ég held að það sé rétt hjá ráðherra að það verður auðvitað að líta á rannsóknarskylduna út frá því hvaða tímarammi er markaður. Já, þetta ég spurði mig mitt sjálfa þessu á sínum tíma og rætti þetta einmitt til dæmis við Hafstein Þór Hauksson og komst að þeirri niðurstöðu mitt að þessi frestur væri auðvitað, það væri hægt að túlka hann þurfti að nota hann í túlkun á til dæmis rannsóknarreglunni. En ég í rauninni, og ég hef nefnt að lögskýringargögn eru bara, þau segja ekkert þennan frest. Ég fór nú daginn að kafa hans ofan í það hvaðan þessi frestur kemur og sé það að það liggur fyrir skýrsla nefndar dómsmálaráðherra endurskoðun reglna skipan dómara. Þetta er skýrsla sem var árið 2009 sem var lögð til grundvallar samningu frumvarpsins árið 2010 sem var síðan lögum 2010. Og í þessari skýrslu er bara talað um það að það sé neyðarheimill ráðherra, hann þurfa að vera hérna fyrir hendi og hérna segir mér þess að líka máli skipti hvernig málsmeðferð verður á Alþingi þannig að flokkspólitík komi sem minnstu sögu og svona hægt verður að fela einnig fastanefnd Alþingis að ganga frá álitum málið. Það fjallar ekkert hérna þennan frest en það sem gerðist er þessi nefnd búin að skila sér skýrslu og það er greint frá þessari skýrslu í greinargerð með lögunum frá 2010 að þá fer málið til réttarfarsnefndar sem er falið að semja frumvarp til breytinga á lögum dómstóla og að þessu leyti og byggir á þessari skýrslu og það er réttarfarsnefnd sem kemur fyrst með tillögun þennan 2 vikna frest og ég sé nú bara á sínu tíma í gögnum málsins eða við þá málsmeðferð í ráðuneytinu að ráðherra á þeim tíma gerði svona smálega athugasemd við þennan frest velti fyrir sig hvort þetta væri ekki knappur tími og kom því til nefndarinnar en það var ekki brugðist við því og þannig að það var greinilegt að menn vildu hafa þennan frest mjög knappan og það má velta því fyrir sér hvort að ég meina það liggur alveg fyrir að það er auðvitað verið að gera ráðherra mjög erfitt fyrir með þessu. Bara eitt að lokum á nefndin stjórnskipun og eftirlitsnefnd á eftir að svona taka ákvörðun það hvernig hún ætlar að haga sínum störfum hér í tengslu við þetta mál og ég veit að umboðsmaður Alþingis býður þeirrar ákvörðunar þannig að honum sé unnt að taka ákvörðun það hvort og hvernig hann hefjist handa við frumkvæðisathugun varðandi svona stjórnsýslu við skipan í embætti. Þannig að ég bara velta fyrir mér hvort að ráðherrann sjálfur hafi farið yfir það svona þær brotalami sem að virðast vera víða þegar að kemur að skipun ekki bara í dómarembætti heldur bara í stjórnsýsluna almennt í skipan í opinberum stöðum.
Já, ég hef nú verið þeirra gæfu aðnjótandi að fá tækifæri til þess að það er nú ekki bara dómara sem ég komið að skipun en ég hef nú líka til þess í mínu ráðuneyti þurft að skipa 3 embættismenn, 2 skrifstofustjóra og 1 ráðuneytisstjóra og það ég tala um það er sérstakt ferli sko. Það þarf að stofna sérstaka hæfnisnefnd þessi embætti við umsóknir og annað. Þannig ég hef nú fylgst ákaflega vel með þessu og svona leiði mér að segja að ég hafi fengið tækifæri til að sjá hvernig hægt er að gera þetta vel. Þannig að þessi hafið yfir allan vafa og ég tók sjálf persónulega viðtöl við hátt í 20 manna í tengslum við þessar skipanir og spurði þá alla álits af því hvernig þeim hefði fundist það allt saman ferli hafa verið í ráðuneytinu og menn lýstu allir mikill ánægju yfir það fyrirkomulag. Svo heyri ég líka auðvitað meðal annars úr öðrum ráðuneytum og við aðra skipanir að þetta mönnum hættir stundum til þess að fara í of hlutlegt mat á umsækjendum og þegar ég held svona almennt að þá er þetta hluti af miklu stærri umræðu sem að ég held að sé mjög hollt fyrir löggjafana að þess að velta fyrir sig hvort að stjórnsýslurétturinn sé menn séu farnir með einhverjum hætti að kannski misbeita honum eða beygla hann einhvern veginn þannig að það sé ekki máli undir framdráttar en ég fagna því að ef að þingið eða þessi nefnd tekur almennt til skoðunar sko skipanir almennt en nú erum við náttúrulega bara að tala um þessa dómara ég tel bara mjög mikilvægt að þetta sé skoðað til framtíðar ég hef sjálf nefnt það við allsherjar- og menntamálanefnd gerði þá fund daginn að ég vildi hafa samráð eða minnst þú veist fá að ræða við nefndina ef það verður ofan á að það verði einhverjum reglum breytt hér, hvort sem það eru reglur eða lagabreytingar. Þannig ég vil endilega að þingið komi, sýni nú eitthvað frumkvæði í þessari skoðun og frumkvæði að lagabreytingum ef menn meta það þannig að það sé þörf á einhverjum lagabreytingum og ég fagna líka skoðun umboðsmanns Alþingis á þessum málum heildstætt og bara fagna því að sem flestir skoði þessi mál. Þetta eru heilmikil fræði, ráðningar og skipanir í embætti. Takk fyrir. Birgir, gjör svo vel. Já, ég er að velta fyrir mér að þegar að þú tekur bara eiginlega, þetta er tvíþætt aðskilið, þegar að þú tekur ákvörðunum þær tillögur sem þú leggur fyrir þingið þá er það alveg ljóst að bæði eins og kom fram á sínum tíma og kemur fram núna þá er það dómarareynslan sem þú telur að skipti mestu máli við sem áhrifavaldur á þær breytingar sem þú gerir miðað við tillögur matsnefndar eða dómnefndarinnar. Þú hefur jafnframt sagt að þú hafir talið að það væri æskilegt að þú legðir fyrir þingið tillögu sem líkur væru á að hlyti brautargengi í þinginu. Nú erum við í þeirri stöðum og hérna þú bregst við eins og þér finnst rétt að ef til dæmis þú hefði komið með tillögum og rökstutt hana með því að þú ætlaðir að tryggja kynjajafnrétti í Landsrétti og gerir tillögu á þeim forsendum þá hefði því sjónarmiði væntanlega verið hafnað af Hæstarétti á grundvelli þess að það væri ómálefnalegt. Bið þig aðeins að kommentera á þennan þátt vegna þess að staðreyndin var auðvitað sú að tillaga dómnefndarinnar fól í sér ákveðið misvægi í hlutföllum kynjana og fyrir lágu skýrar yfirlýsingar af hálfu þingmanna bæði í febrúar og vorið að tillaga sem ekki fæli í sér kynjajafnrétti yrði ekki samþykkt. Þá velti ég því fyrir mér sko nú er það þannig bara ef við hugsum þetta þannig að þingið sem slíkt er ekki bundið af stjórnsýslureglum þegar að kemur að þessum sko hvernig hefði þetta
var ráðherra í hvað þennan þátt varðaði, ef við orðum það svo, settur upp við vegg af þinginum ef þetta hefði gengið þannig. Er hugsanlega sá galli á þessu fyrirkomulagi að ráðherra sé settur í þá stöðu annars vegar að koma með tillögu sem hann heldur að geti gengið í gegn í þinginu út frá þessum forsendum eða einhverjum allt öðrum forsendum, eða þá einfallega að leggja fram tillögu sem hann veit að verður ekki samþykkt. Og hver þá staða ráðherrans þegar hann tekur slíka ákvörðun bara gagnvart sínum starfskyldum? Ef ráðherra þarf með tillögugerð til þingsins að koma að byggja á einhverjum öðrum sjónarmiðum heldur en ráðherra sjálfur telur réttasta. Vegna þess að þarna auðvitað, þetta tvíþætt, getum við sagt. Annars vegar ráðherra auðvitað hefur tækifæri til þess að gera sína tillögur og bera ábyrgð á þeim tillögum, en ræður auðvitað ekki niðurstöðu hins vegar þingsins. Er einhver spurning hér eða Þetta svar? er nokkra spurningar. Já, kynjasjónarmiðin, þau voru mjög til umfjöllunar í aðdraganda auglýsingar embættin og sköpuðust bara miklar og skemmtilegar umræður þau, eins og ég nefndi hérna 7. febrúar og 21. febrúar líka við atkvæðagreiðslu, og ég tek nú bara hérna sem af handahófi eina ræðuna þar sem að það hvatt til þess að Landsréttur eigi að endurspegla samfélag og jafnt skipaðar körlum og konum. Ef það ferli, segir hérna einn háttvirtur þingmaður sem nú fer í gang innan ráðuneytis dómsmála, sem að er náttúrulega rangt auðvitað að það var nefndin sjálf sem að þarna var nefndin hefja störf. Ef að það ferli sem nú fer í gang skilja ekki þeirri niðurstöður okkur að mæta, hér er gripið fram í heyr. Þetta var nú andinn í þingsalnum í febrúar á síðasta ári og það nú engin þingmaður hérna sem held ég nema einn háttvirtur þingmaður sem tók þátt í þessari umræðu, og þannig að það var alveg ljóst að menn hefðu mikinn áhuga á því að Landsréttur yrði skipaður mörgum konum og körlum, og það var eitt af þeim sjónarmiðum sem að ég heyrði þegar ég ræddi við formenn flokkana, að mönnum fannst þessi niðurstaða dómnefndarinnar sem var kvað á 5 konur af 15 í réttin ekki ásættanleg. Og hér er spurt það hvort að ráðherra hefði getað tekið bara, kannski eins og einhver þingmaður hefði kannski látið sér detta í hug, tekið einhvern karl út og setta einhverja konu þarna inn aftur, inn í staðinn, hvort að það hefði verið ásættanlegt. Já, þá hefði kannski ráðherrann verið í þeirri stöðu að öllu öðru óbreyttu að sá umsækjandi hefði mjög trúlega farið líka í dómsmál eins og gerðist núna, og hann hefði trúlega unnið það vegna þess að þá hefði það legið fyrir að sú kona var ekki meðal hæfustu. Jafnréttislögin taka þetta bara til þess að það skuli skipa konu, velja konu frekar en karl, að því gefna þau séu bæði jafn hæf. En þarna hafði dómnefndin komist þeirri niðurstöðu að það væri alveg ómögulegt að líta á það að þær konur sem komu þarna rétt fyrir neðan þessar 15, að þær væru alveg ómögulega jafn hæfar hinum þessum 15. Jafnvel þótt að þær hefðu þarna áratuga, eins og ég hef lýst reynslu og sætu sem skipaði dómarar, hefðu áratuga lítalausa aðfinnslulausa, segi ég, athugasemdalausa reynslu sem dómarar. Það sem ég gerði, menn þekkja nú sjónarmið mín til kynjakvóta og þar fram til göttunum, og ég var í sjálfu sér ekki að líta sérstaklega til þessara atriða þótt ég hafi heyrt hvað þingmennirnir sögðu. Ég tók hins vegar þessa málefnalegu afstöðu að líta til dómarana líka og taldi þá jafn hæfa öðrum. Það leiddi síðan til hinnar ánægjulegu niðurstöðu að konum fjölgaði þarna í tillögunum, fjölgaði 2 og leiddi til þess að Alþingi samþykkti þennan lista með jöfnum, því sem næst, eins og jöfnum hlutföllum nánast og hægt að hafa í þessu. Þannig að það voru 7 konur skipaðar við réttin og 8 karlar, og telja að það hafi nú aldrei verið sett á laggirnar jafn mikilvæg stofnun hér á landi í sögu lýðveldisins með jöfnum hlut kynjana. En þetta er afleiðing af því að ég taldi bara þessa dómara auðvitað jafn hæfa öðrum, og ég
greini það auðvitað líka hjá einhverju þingmönnum að einhverjar gremju við því að ég skul ekki hafa rökstutt þessa niðurstöðu mína með vísan til einhverja kynjasjónarmið eða kynjakvóta, menn virðast ekki geta und konum þess í þessari jafnréttisbaráttu að þær séu jafn hæfar körlunum. Heldur þurfa alltaf að koma til einhver tilvísun til einhverja kynjasjónarmiða eða kvóta eða þar fram til göttunum. En þetta var minnst niðurstaðan sem að hún var ánægjuleg, til það mjög ánægjulegt að hafa náð að skipa réttin með þessum hætti. Og ég hef ekki heyrt reyndar neina gagnrýni á neitt það fólk sem þar situr. Þá það Þorsteinn Sæmundsson, gjör svo vel. Já, takk. Takk fyrir að vera hérna með okkur. Ég hef með nokkrar spurningar sem ég langar að biðja að taka saman sem mest. Það segir í siðareglum ráðherra 50 grein A-lið. Ráðherra leggur sér fram að tryggja að faglega sé staðið að skipun embættismanna og annarra starfsmanna. Í lið C ráðherra leitar faglegs mats starfsmanna ráðuneyti síns áður en ákvarðanir eru teknar af mistök mál eftir því sem tilefni til, samanber 1. málsgrein 20. greina laga 115/2011 sem var lesin hér upp áðan. Telur ráðherra sig hafa farið eftir þessu í hvívetna þegar hún tók sína ákvörðun skipan í Landsrétt. Síðan langar mig til að spyrja út í annað, það kom hér fram í máli ráðherra áðan. Hún sagði hæfnisnefndir eru góðra gjalda verðar. Og ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að í þessu máli hafi ráðherra ekki treyst hæfnisnefndinni sem að kom að undirbúningi þessa máls. Og hún leiðrétti mig þá ef að það röng ályktun hjá mér. Nú reyndi ég að kynna mér hvernig þessi hæfnisnefnd til dæmis í þessu máli vann og ég veit eða þykist við það að þar hafi menn kafað mjög gaumgæfilega ofan í feril hvers umsækjanda á mjög breiðu sviði. Þannig að ég bara spyr þetta hvort að ráðherra hafi ekki treyst þessari hæfnisnefnd. Mér langar líka að spyrja að því, telur ráðherra hægt á því að það verði gerðar kröfur að dómarar, þeir sem eru skipaðir, þessir 4 væntanlega sem eru skipaðir og Hæstiréttur komst að niðurstöðu að væri, sem sagt, hefði ekki verið farið að lögum við skipan þeirra, telur ráðherra hægt á því að þess verði krafist inn í framtíðina að þeir víki sæti þegar mál eru flutt fyrir landsdómi af þessari ástæðu, að þeir séu ekki skipaðir löglega. Og þá segir maður aftur, telur ráðherra að sem sagt bæði dómurinn sem fallinn og þetta sem ég bent á hér áðan, þetta atriði varpi skugga eða vafa á sem sagt Landsrétt inn í framtíðina, af því hann nú að taka til starfa sem sagt lögum samkvæmt í fyrsta sinn. Númer 4. Nú ráðherra trauðla eini ráðherra á Íslandi sem hefur hlotið dóm, Hæstaréttardóm og svo framvegis. Ég man eftir einu forsætisráðherra sem braut jafnréttislög. Ég man eftir umhverfisráðherra sem fékk á sig dóm vegna skipulagslaga og situr nú í ríkisstjórn með ráðherra þeim sem hér með okkur. Hafa þessi 2 ráðherrar borið saman bækur sínar og jafnvel átt tal við forsætisráðherra sem ber ábyrgð á setu þeirra beggja í ríkisstjórn það hvort að þær ættu yfirleitt að hugsanlega að íhuga stöðu sína. Og þá kemur síðasta spurningin. Hvað telur ráðherra að til þurfi til þess að ráðherra víki sæti eða segja af sér út af sem sagt lögbrotum, dómum sem viðkomandi verður fyrir. Og ég hjó líka eftir því að ráðherra sagði hér í inngangi sínum að henni væri ekki alveg ljóst hvað stjórnskipunar eftirlitsnefnd ætlaði sér í þessu máli þar sem að Hæstaréttardómurinn lagi fyrir. En ég man ekki betur heldur en að ráðherra hafi sjálf sagt á einhverjum tímapunkti að hún væri ekki sammála dómi Hæstaréttar. En síðan sagði hún við okkur áðan að við ættum ekki að deila við dómarann. Og við getum náttúrulega haft skoðun á þeim dómum sem að kveðnir eru upp í Hæstarétti. Ef að ég til dæmis myndi brjóta umferðarlög og væri ekki sammála Hæstarétti, þá í dómi yfir mér varðandi það, þá held ég að myndi þýða lítið að ég kæmi fram og segði, heyrðu, ég er ekki sammála dómi Hæstaréttar.
Þannig að mér langar aðeins til þess að biðja hérna ráðherra að svona útskýra fyrir mér þetta. Takk. Já, bara fyrst varðandi þetta að lokum, loka spurninguna, ég ítreka það auðvitað og hef nefnt það, eðli málsins samkvæmt þegar menn fara í mál, þá er annar aðilinn ósammála niðurstöðunni, annars væri engin málaferli. Og ég hef bara sagt að ég er ósammála þessari niðurstöðu og hún veldur með vonbrigðum. Það breytir því ekki að ég ætla ekki að deila við Hæstarétt og þegar Hæstaréttur segir að ég hef ekki rannsakað málið nægilega og þá þarf ég bara að líta á það og að það þurfi þá allir að vera meðvitað um það að það þarf að rannsaka þessi mál miklu meira á þessum 2 vikum eða þegar svona aðstæður komu og þá liggur beinast við að það þurfi auðvitað að breyta reglunum og það eru allir sammála held ég sem að meiri nefndarmenn í þessari hæfnisnefnd og held ég aðrir þannig að út af það gengur það er engin að segja og það er menn rökræða oft dóma Hæstaréttar og það væri óeðlilegt annað og ég ætla að vona að menn hætti því ekki vegna þess að út af það gengur lögfræðin að menn skoði og greini dóma Hæstaréttar ég bendi nú reyndar á þessi dómur bara svona eitthvað framtíðina það verður ábyggilega haft í huga við kennslu í lögfræði að í þessum dómi Hæstaréttar sat nú bara einn Hæstaréttardómari aðrir voru svokallaði varadómara sem Hæstaréttur valdi til að sitja með í dómnum og það var kannski ágætt sérfræðiþekking sem að þar fékkst. Þar var til dæmis einn fyrrverandi nefndarmaður dómnefndar hæfnisnefndarinnar sem sat í dóminum og einn fyrrverandi varamaður nefndarinnar þannig að það var svo sem ágætt sérfræðiþekking í Hæstarétti sem lá fyrir þar þannig að við skulum ekkert vera og ef að þingmaðurinn verður tekinn og dæmdur fyrir hraðakstur þá skal hann ekkert vera hræddur við að rökræða dóminn það kann vel verið að hann hafi aðra sýn á þennan hraðakstur heldur en lögreglan ráðherrum að svara spurningunum þannig að þá telur því hafi verið svarað það var spurt hérna líka um hæfnisnefndina og ég segi hún góður að gelda vel og ég held, og það mín skoðun að það sé eðlilegt og það sé gott að hafa nefnd sem þessa til þess að fjalla allar umsækjendur stöður dómara. Ég held að það er óraunhæft að ætla annað. Þannig að ég myndi ekki tala fyrir breytingu hvað það varðar. Hins vegar, eins og máli var lagt upp með upphælu og kemur fram í skýrslu að nokkru leyti í skýrslu nefndarinnar sem samdi lögin og þannig var það nú skilningur innan ráðuneytisins skilst mér að það hef aldrei verið ætlunin að þessi nefnd myndi binda svo hendur ráðherra að það væri í raun og veru nefndin sjálf sem hefði skipunarvaldið og ákvörðunarvaldið vegna þess að menn gjalda varhug við því út allan heim að óháðar nefndir fari með slíkt vald þannig að það nú bara það sem að ég vil halda til haga og hún vann og nefndin þarna þingmann sem hún hafi kafað gaumgæfilega ofan í störf þessara umsækjenda nefndarformaður ríkisstjórnar nefndar fyrir mér þannig að þeirra hendur voru auðvitað líka bundnar tímans vegna en alltaf einu ég honum sammála það að nefndin hafi skoðað allar umsækjendur og fjallað þá nægilega til þess að geta lagt mat á hæfni þeirra svo má alltaf deilum hversu ítarlega menn að kafa ofan í störfin eða inn í hugar heim umsækjanda vegna það er í rauninni það sem skiptir máli þegar verið að velja dómara það er í rauninni hvernig lögfræðingamenn og hvaða augum menn hlíta á dómara hlutverkið það er kannski svo yfirheyrsla sem fer kannski ekki fram hjá nefndinni og kannski vantar þyrfti kannski að fara frekari skoðun fram á því þannig að menn sé það ljóst hvaða kenningar í þeim skólum menn aðhyllast einstakir dómarar en þetta er svona einni tíma umræðuefni kannski hvað dómarana sem að skipaðir voru á endanum þá er það alveg hafið yfir allan vafa auðvitað að þeir eru auðvitað löglega skipaðir dómur Hæstaréttar hann fjallar ekkert skipunina sem sjálfa hann fjallar embættisfærslur mínar stjórnsýslu mína hefur engin áhrif á hæfi þessara dómara eða lögmæti þeirra skipunar ég bendi á það að í upphaflegu máli stefna þessara tveggja manna stefnenda í stefnu þeirra þá var gerð svo aðalkrafa að ógilda skipunina þeirri kröfu var bara vísað frá bæði frá héraðsdómi og Hæstarétti
þessi málu öll fóru, bæði dómsmáli fóru tvisvar fyrir Hæstarétt. Þeim var vísað frá héraði og Hæstarétti, þannig að það liggur alveg fyrir að skipinu sem sjálf hafin yfir allan vafa og ekkert tilefni til þess að kasta nokkur rýrð á þessa dómara, enda hef ég ekki heyrt nokkurn mann gera það, enda líka kemur þá að spurningunni, getur það verið ómálefnilegt, og að því að þingmaðurinn spyr hvort að ráðherra hafi unnið faglega að þessu máli og þessinni tillögugerð, ætlar þingmaðurinn að halda, getur einhver haldið því fram að það hafi ekki verið faglegt eða málefnilegt að leggja til að skipaðir dómarar séu skipaðir dómarar við áfrýjunardómstól. Ég hef ekki heyrt nokkurn mann halda því fram og ég stend fyllilega við þessa tillögu mína. Ég til hann hafa verið afar farsæla fyrir réttin í heild og yfirbragð dómstólana í heild. Ég spyr þetta með þetta sem ég las upp úr siðareglum. Ég spyr það vegna þess að það hefur komið fram að ráðherra fór ekki að ráðleggingum starfsmanna ráðuneytisins sem að segir hér í siðareglum lið A og C og 20. grein að laganúmer 115/2011 ráðherra skal leita álits ráðuneytis til að tryggja ákvarðanir og athafnir hans séu lögum samkvæmt. Skal leita álits og til þess að tryggja að athafnir hans séu lögum samkvæmt sem ekki var í þessu tilfelli. Þannig að bendir það til þess að ráðherra hafi og það kemur enda fram að ráðherra hafi fengið ráð frá aðilum innan ráðuneytisins og utan sem hún hafi ekki farið eftir eða ekki tekið tillit til. Þess vegna spyr ég. Já, þú lest bara upp þessa grein, það kemur alveg skýrt fram að ráðherra skal leita álits. Og það gerði til þess að tryggja. Já, það þýðir ekki að ráðherra þurfi að hlíta ráðum starfsmanna ráðuneytisins. Og ef það væri þannig þá þyrfti ég ekki að mæti vinnuna á morgnana. Ég ber ábyrgð á þessu öllu saman og ég leitaði líka álits utanaðkomandi sérfræðinga, dósents í stjórnskipunarrétti við Háskólann Íslands. Nú gefur það væntanlega fram í dómi Hæstaréttar að þetta hafi ekki verið gert. Uppfyllt að því leyti sem að Hæstiréttur er bara ósammála mér í því að þetta hafi verið nægilega gert. Og það er ekkert óvanalegt að menn deili þetta. Þetta er stjórnsýsluregla, þetta er matskennd stjórnsýsluregla og af því að þingmannur spyr líka síðustu spurningu og getur svarað henni í framhaldinu. Hvenær kemur það til álita að ráðherra víki sæti? Ég skal segja það, mér finnst það ekki koma til víki út af svona. Mér finnst það aldrei koma til álita þegar að ræða matskennda reglu stjórnsýsluréttarins. Stjórnsýslurétturinn er ekki settur í þeim tilgangi. Og þá er spurt og hvenær kemur það til greina? Og í rauninni get ég bara svaraði með þeim hætti að ég þekki það því ég sé það. En það er nú helst auðvitað ef það eru brot á hegningalögum og annað, en við matskendar ákvarðanir að ráðherra sé settur í þá stöðu, eða jafnvel dómstólar sé settir í þá stöðu að dómar þeirra geti haft áhrif á ríkisstjórn í landinu. Með því að kveða upp einn dómi með að ráðherra hafi ekki rannsaka mál nægilega, þá beri dómstólarnir ábyrgð á því að ríkisstjórn hér falli. Þetta myndi auðvitað leiða, þetta var bara svo afleitt stjórnskipan og afleitt lögfræði, vegna þetta var ekki og er ekki tilgangur stjórnsýslulagana, þessi framganga. Og ég bara ítreka það aftur þegar menn hjakka hér í farinu með sérfræðingana að ráðherra hafa átt að hlíta sérfræðingum, leita ráða, þar með því það að ráðherra þurfa að hlusta og fara eftir því. Það myndi bara leiða til einhvers embættismannaræðis og ég hef nú nefnt sem dæmi í uppreist ærumálinu, þar sem að sérfræðingarnir komu og lágu í mér og forverum mínum að veita barnaníðingi uppreist æru, af því það væri nú svo faglegt vegna það hafði alltaf verið gert og lögin, það væri komin venja á það. Þá tók ég þá ákvörðun, byggð á mínu hyggjuviti og reyndar líka sem lögfræðingur, lesandi lögin, að þetta væri heimildar ákvæði en ekki skyldu ákvæði. Þessu var nú haldið að mörgum ráðherrum að það væri bara skylda að veita mönnum uppreist æru ef þeir uppfyllt eitthvað skilyrði. Takk fyrir þetta. Ég þarf að gefa næsta nefndarmanni orðið. Svo vel. Takk fyrir það. Ég ætla ekki að vera ósammála niðurstöðu Hæstaréttar. Ég lít ábyrgð mína sem þingmaður alvarlegum augum að vera ekki að
kasta einhverjum vafa á dóm Hæstaréttar og ég tel að þingmenn ekki gera það hvað þá ráðherrar. Hæstiréttur hefur sagt okkur hvernig þetta var og þannig það bara. Það sem langar með að spyrja ráðherra, hvað hann telji, og ég kannski bara fæ að setja þessar spurningar fram af því að tíminn knappur og ef við fórum að búa til mikið samtal þá verðum við örugglega hérna lengi. Ráðherra segir og hefur sagt hér í sínu máli hér að það sé mikilvægt að dómstóllinn geti tekið til starfa hnökralaust og það hefur verið talað að vera mikilvægt að vera skemmtilegu bragur á þessu. Ég held ég verði nú að fullyrða og vonandi ráðherra sammála mér á því að það hafi kannski ekki tekist að hafa mjög skemmtilegan brag á þessu. Þetta endaði þannig að menn kusu eftir flokkslínum, allir þingmenn Sjálfstæðisflokks, Bjartrar framtíðar og Viðreisnar greiddu atkvæði með tillögur ráðherra, aðrir ekki. Nú liggur dómur Hæstaréttar fyrir. Hvað telur ráðherrann hefði geta gert betur til að tryggja að málsmeðferðin uppfyllti rannsóknarreglu stjórnsýslulaga? Mér finnst ráðherra þetta aldrei tala eins og hún hafi verið í slíkri valþröng að henni hafi ekki verið annar að kosta völ. Að þegar þessi staði komin upp þá sé ljóst að það sé ekki hægt að rannsaka nægilega vel þegar það eru aðeins 2 vikur til stefnu og þess vegna sé hann að vera eini kostur ráðherra að leggja fram tillögu breytingu til að annað kæmist ekki gegnum þingið sem síðan hefur komið í ljós að uppfyllt ekki þessar rannsóknarskyldu. Ég ósammála því að þetta var eini kostur ráðherra. Við í Vinstri-grænum lögðum til að það er einfaldlega ferlið aðeins stoppað af því að þessi staða var komin upp. Hefði ekki verið réttara einfaldlega að gera það ef það þurfti að skoða máli betur, að það sé þá betri leið en að það sé kosið eftir flokkslínum varðandi þáverandi ríkisstjórnarflokka varðandi þessa tillögu. Og mér finnst ráðherra að gefa okkur í þáverandi stjórnarandstöðu gera okkur mjög hátt undir höfði þegar okkar talum kynjahlutföll í dómnum hefur haft áhrif á tillögu flutningar ráðherra. Það er gott að vita að við í Vinstri-grænum og stjórnarandstöðum þá höfum haft slíkt vald og ráðherra talar samtölu við fulltrúa annarra flokka og þá óbreytt til að fara ekki í gegn og þá vantilega að vísa til kynjasjónarmiðin ef ég skil hana rétt. Þá langar mig að spyrja ráðherra að því að það kom fram sú tillaga einmitt frá okkur í Vinstri-grænum að það yrði bara sett inn í lögin sérstakt ákvæði að landsdóm giltu jafnréttislög. Það var talið af mörgum sem hér sitja í enni, þar með talið ráðherra ef maður rétt í þeim umræðum, óþarfi, af því að það þyrfti ekki að taka sérstaklega fram að lög giltu. Dómaréttur Hæstaréttar sýnir hins vegar að það er óljós hvort við ná til starfa dómnefndarinnar. Það hefði ekki verið rétt að samþykkja það og telur þú þurfa að breyta því þannig að jafnréttislögin nái til starfa dómnefndar. Takk. Ekki svo vel. Já, hvað betur mætti fara í þessu ljósi og ég myndi þá segja það að ef að þetta yrði óbreytt allar reglur og lög og ráðherra hefði bara 2 vikur áfram sem ég tel útilokað. Nú þá tel ég svona eftir að hyggja að þá hefði eina leiðin til þess að fara í einhvers konar rannsókn eins og mér sýnist Hæstiréttur vera að óska eftir vera þá að fá bara einhverja fleiri, setja bara laggirnar ad hoc nefnd eins og ég geri þegar ég þarf að skipa embættismenn í ráðuneytinu til þess að fara yfir þetta, einhverja sérfræðinga og þannig ég held að það hefði kannski betur mátt fara þá í þessu ljósi. Nú það var lagt til að ferlið yrði stoppað og nú er ég búin að lýsa því að það var bara í höndum þingsins. Ég var bara búin að skila af mér og þingið var bara í færum til þess að gera hvað sem það vildi. Það hefði getað sett á laggirnar einhverja rannsókn ef það hefði viljað það. Það hefði getað fresta málinu til næsta árs eða komið frumvarp það að fresta stofnun Landsréttar og þar fram til göttunum. Þetta var bara allt saman í höndum þingsins. Og þinginu var bara í lófa læð að gera það og það gerði það ekki. Þannig að það bara liggur fyrir. Svona voru lögin, svona var þetta afgreitt og það er með meirihluta. Og þá þýðir ekkert að segja einhverjum naumum meirihluta, það var enda ekki naumum meirihluti vegna þess að það var meirihluti fyrir tillögunum heldur en ríkisstjórnar meirihlutin var vegna þess að menn sátu hjá í unnvörpum. Til að Vinstri-grænum var felld með einu atkvæði. Og þannig er bara þingið, þetta er bara þingræðið og þannig er lýðræðið og menn geta rifið í hásett og skegg yfir því að það sé einhver naumur meirihluti en svona er bara meirihluti, þetta er lýðræðið.
Þannig að þetta var í höndu þingsins og ég hafði enga aðkoma að því og þannig að ég frávið síðan þingmaður, já. Og varðandi kynjahlutfallið og ég er búin að lýsa því og það er rétt, það var þarna, og auðvitað hlusta ég á vinstri græna, hvað sem þeir eru stjórn eða stjórnarandstöðu, vegna þess að mér sem ráðherra á þessum tíma var auðvitað líka mikið í mun að það væri ákveðin sátt hérna, að þessi mál yrðu afgreitt í ákveðinni sátt út á þinginu. Og þótt að hafi verið stjórnarandstöðuflokkur sem nefndi þetta, en það voru líka stjórnarflokkar sem hafði þessi sjónarmið uppi líka. Og þegar kemur að stað að setja í lög eitthvað kynjakvóta, þá get ég bara upplýst þingmanninn það og leyft honum, eða ég ætla að leyfa mér að fullyrða það, að slíkt skiptir auðvitað engu máli ef að þeir sem að raunverulegt vald hafa, sem er nefndin í þessu tilviki, kemst að þeirri niðurstöðu að það séu bara kallar, ef við segjum það bara, sem að séu hæfastir. Og skiptir ekkert máli hvort það sést talað að það er verið jöfn skipting, vegna þess að hæfnismatið er óumflýjanlegt og menn þurfa þá að komast að þeirri niðurstöðu að bæði kynin séu jafn hæf eða umsækjendur af báðum kynjum öllu heldur. Með rökstuddum hætti og það er það sem að ég gerði og ég held að ég hafið yfir allan vafa, en það hef ég ekki heyrt nokkurn mann hallmæla eða mótmæla því að þeir dómarar sem að ég taldi jafn hæfa á hina, ekkert hæfari, bara jafn hæfir á þessi 15 manna listi, ég gerði ekkert lítið úr þessu 15 manna lista nema síður sé, þeir eru bara allir jafn hæfir og þar með leiddi það til þeirri niðurstöðu að það fjölgaði þarna konum í þeim tillögu sem ég lagði til fyrir Alþingi. Ég held að menni hafi bara allt og lítið fagnað því, þeir sem að helst tala fyrir þessum jafnréttismálum og ásýnd í dómstólunum og þar fram til göttunum. Og ég er ekkert að gráta það, ég er ekkert að beða fólk að fagna því sérstaklega. Ég er bara hissa að menn gerir það ekki. Takk fyrir það, þá er síðust á mælendaskrá það Líneik, gjör svo vel. Já, ég vil byrja að þakka fyrir þessa ítarlegu yfirferðið um málið. Ég kom nú lítið af þessari umfjöllun þar sem ég var ekki þingmaður á því þingi þar sem að þetta var afgreitt. Hins vegar tók ég þátt í umfjöllun frumvarpi sem var að lögum nr. 50/2016 og þá minnist ég þeirra að sjónarmiða sem að ráðherra hefur nú aðeins komið inn á hér að það hefði verið væntingar það að tillögur sem að bærust til ráðherra skipan dómara að þar yrðu valkosti að ræða. Það mætti rekna með því að það væri fleiri sem teldust hæfir heldur en akkurat stöðuna sem væri í boði. Og þessna vil ég spyrja því hvort að hæfnisnefndin hafi þá ekki unnið í samræmi við lögin eða hvort að lögin sé ekki nægilega skýra þessari leiti eða hvort að vanti þá í reglur sem að myndu skýra þennan skilning sem var uppi þegar að frumvarpi var til umfjöllunar. Síðan er ég með annað sem snýr að hæfnisnefndinni og kannski að því sem að ráðherra kom að hér fyrir umræðinni að hún hefði séð hæfnisnefndir og þetta ráðningaferli þar sem það hefur verið til fyrirmyndar og ég vil þess að spyrja hvort að það ráðist þá að reglum í því tilviki eða einfallega af mismunandi vinnuaðferðum og mannlegum eiginleikum. Reglum eða lagaumhverfi. Og síðan erum við ítrekkað hér, bæði ráðherra vísa til þess og einstakir alþingismenn. Það er til þeirra sjónarmiða sem að Alþingi sem að komið hafa fram meðal alþingismanna skipan dómstóla, fjölbreytileikan, kynjasjónarmiðin, reynslu úr fjölbreyttari málaflokkum. Mér langar kannski að bara fá aðeins betur frá ráðherra hvaða sjónarmið voru það sem komið fram á Alþingi og kannski urðu grunnurinn af því að ráðherra taldi mjög mikilvægt að breyta þessum reglum. Voru það eingöngu kynjasjónarmið, voru það fleiri sjónarmið? Ég minnist þessa líka frá umfjöllun þetta frumvarp sem var það lögum nr. 50/2016 að þar kom fram náttúrulega bæði það sem hefur komið frá alþjóðastofnunum einsleitni dómstóluna á Íslandi, skort á þekkingu á tilteknum málaflokkum eins og til dæmis kynferðisbrotamálum og fleiru. Þannig að, já, þetta eru rauninni þrjár spurningar þá. Takk fyrir. Eða þríþættar. Já, kannski bara byrja á þessi síðustu með sjónarmið, þessi samtöluta sem ég átti við við formið flokkana sem ég auðvitað grein ekki frá
persónulega hvernig voru, en ég get þó sagt það voru kynjasjónarmið sem komu þarna fram beinlínis í samtölum við suma og svona óbeint var látið að því liggja og ég taldi mér heimilt að draga það ályktun að menn væri að vísa til þeirra þegar nefndu það að þessi listi væri mjög ólíklega yrði samþyktur. Þannig að það voru helst kynjasjónarmið sem menn voru að nefna. Störf hæfnisnefndar, já, ég hef svona þegar búin að vera að skoða þessi mál bara núna í allan vetur og svona jafnt og þétt að huglega þetta fyrirkomulag almennt og þannig liggur við nánast að manni þetta í huga að leggja fram tillögu eða fyrirkomulag að það verði valnefnd til þess að velja í valnefndir vegna þess að það hefur mér sýnst eftir að hafa skoðað og heyrt sögur af skipunum í ýmis embætti bara í stjórnarráðinu til dæmis að þetta auðvitað mjög mannlegur þáttur og það val á manni í starf, hvort það er embætti eða starf, byggist auðvitað, þarf að byggjast á einhverju leyti á hlutlegum þáttum en þarf óhjákvæmilega og verður alltaf óhjákvæmilega huglægt að einhverju leyti. Og það sem ég hef lagt áherslu á í þessu, þekkjandi þetta núna frá svona 2 sjónarhornum, það og það nefndir sem að ég hef skipað til þess að velja, ekki aðstofa mig við skipanir í embætti, þær hafa allar farið þá leið að sikta þetta út þá sem koma helst til greina, taka viðtöl við alla, ítölu viðtöl, gefa mönnum einkunnir líka, menn þurfa einhvern veginn að setja niður á blað, setja niður fyrir sig hvernig menn eru. En ég tek strax eftir því að einkunnaskalinn ekki svona hár, það ekki 1 til 10, með menn eru konum með svona langa spönn þá er svo auðvelt að breyta miklu með að færa örlítið til og svo þar fyrir utan gat ekki þessar hæfnisnefndir sem ég hef skipað eða fengið til þess aðstofan við það þær gátu ekki komist að þeirri niðurstöðu að það væri bara einungis einn umsækjandi sem kæmi til greina í þessi embætti sem ég var. Jafnvel þótt þeir fengju misháa einkunn þá var það niðurstaða þessara nefnda að það væri ekki þannig munur á einkunnum einhverju 4,5 eða 4,1 eða 2 að það væri hægt að segja með óyggjandi hætti að þessi sem er hæstu einkunna væri hæfastur. Það væri ekki hægt og nefndin taldi sig ekki færin til að gera það. Þess vegna tók ég síðan viðtöl við allt þetta fólk sem að nefndin hafi komist að væri meðal þeirra hæfustu og ég þurfti síðan út á eigin hyggjuviti og viðtölum að taka ákvörðun hverjir eru skipaðir. Og allt var þetta hæft fólk, allt þetta fólk hefði sótt sér vel í embætti, allir sem að komist í þessi viðtöl en það þarf, maður get ekki litið hjá mannlega þættinum og þegar menn ætla að fara vegna þess kannski að menn hræðast stjórnsýsluréttinn svo mikið að það þurfa að vera svo málefnalegt allt saman og niður njörfa, þá eru menn farin að misskilja stjórnsýsluréttinn að mínu viti, algjörlega og menn eru farin að hengja sig í honum og þetta er ekki málinn til framdráttar. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að það sé vanda til verka við svona hæfnisnefndir og þar sittir fólk sem átti sig á öllum þessum sjónarmiðum og mannlega þættinum líka í þessu. En auðvitað er mönnum vorkunn sem sittir í hæfnisnefnd og þurfa að fara yfir umsóknir sérfræðinga sem allir leggja til minnstu hverju einustu fræðigrein sem þeir umsækjendur telur sjálfur fræðigrein og kaffæri nefndina í gögnum. Þetta er vandamál og við þurfum að taka á því. Þannig að ég hef alveg fullan skilning á vanda hæfnisnefnda almennt. Og við þurfum bara að ræða þetta heiðarlega og svo er það líka eitt sem að í niðurstöðum svona nefndar, það þarf auðvitað líka að koma fram kannski einhver útskýring á eða svona skýrsla hvernig viðkomandi stendur sig í viðtali og þessi mannlegi þáttur. Það vantar oft í hæfnismat dómnefndar sem falið að meta hæfni dómarefna. Þannig að ég held ég hafi svarað í öllu frá þingmannunum. Í þar lagabreitingu er þetta til þess að þá kemur að þessu sem að ég heyri til þess að umboðsmaður nefnir og það er traustið. Menn geta drekkt sér og allir í þjóðinni í fullkomnum lagateksta og fallegum orðum markmið og tilgang og þar fram til göttunum en það auðvitað það er gott svo langt sem það nær ef ekki fyrir, ef menn fara ekki með það vald með traust í ljósi og séu ekki traustins verði í því, menn þurfa að fara vel með það vald. Það þýðir ekkert að setja eins og ég er búin að nefna þetta með kynjakvótan
hann hefur ekkert að segja ef menn síðan komast að þeirri niðurstöðu að það séu bara konur sem séu hæfastar í starfið. Þannig menn þurfa að fara með þetta þannig að það geti ríkt traust á störfum til dæmis svona nefndar og auðvitað ráðherra líka. Og ég segi það við ykkur, ég held að því það alltaf talað, menn eru mjög fljótir að afgreiða ráðherra, þeir séu alltaf, spillingin líki alltaf hjá þeim. Þeir hafi alltaf eitthvað misjæmt í huga við sína skipanir og það sé augljóst að þetta geti ekki verið hjá ráðherra. Sko ef það er þannig, þá á það auðvitað líka við hæfnisnefndir. En ég segi, það er auðvitað ekkert þannig á hvorum veginn sem er. Menn þurfa auðvitað allir að standa undir trausti og það er auðvitað metnamál hvers ráðherra og er það minnst að þess sem hér situr að gera það og taka ákvarðanir byggðar á málefnalegum ástæðum, með málefnalegum hætti og standa við þar og það er að sjálfsögðu kemur á endanum til hyggjuvits viðkomandi ráðherra og hann ber auðvitað ábyrgð á öllu þessu. Þannig ég bara segja að hæfnisnefnd þyrfti mögulega hérna ef hún fellst ekki á það sjónarmið sem ég held að hafi legið að baki eins og þingmaðurinn lýsir breytingum á lögunum, það að nefndin eigi ekki að niðurnjörfa valið þannig að það sé í rauninni nefndin sem ráði. Ef að nefndin ætlar að áfram að vinna með þessum hætti, að þá held ég að þingið þurfi að taka afstöðu til þess hvort að þetta sé það sem þingið vilji, að það sé ábyrgðarlaus nefnd sem taki þessa ákvörðun. Það getur vel verið að það séu sjónarmið fyrir því, ég hef ekki heyrt engin rök fyrir því, þvert á móti kemur það fram í athugasemdum með lögunum frá 2010 að það sé slæmt að hafa það svoleiðis og þess vegna var farin svo leið að ákveða að ráðherra geti vikið frá tillögunum. En þetta er bara umræða sem að þingið þarf að taka og ég er tilbúin til að ræða þetta við þingið hvenær sem er. Ef menn vilja að ég komi aftur hérna á fundi, þá er ég tilbúin til þess að ræða það. Ég vil að lokum eins og að nefna það, þess að öllu sé haldið til haga hér, því er haldið fram að eitthvað skjal, eitthvað tölvupóstur hafi birst í einhverjum fjölmiðli í gær, skjal sem ekki hafi verið sendt nefndinni. Það er rangt, ég er búin að fá það staðfest að þessi tölvupóstur sem ræðir frá settum ráðuneytisstjóra er meðal gagna hérna til nefndarinnar og ég veit ekki til þess annað en að nefndin hafi fengið allt sem hún hafi beðið og vil nefna það og að lokum vil ég líka nefna það sjónarmið þegar menn er að segja að við hefum getað breytt lögunum hérna, ráðherra hefði getið látið lengja frestinn og þar fram til götunum. Ég nefni bara, sko, er bragur á því að ráðherra breyti einhverjum reglum af því að það hentar ekki ráðherranum á þeim tíma, breyti reglunum í miðri á. Hvurslags stjórnsýsla er það? Og það hugnast mér ekki. Þetta voru ágætis loka orð. Við þakkum ráðherra fyrir að koma hingað á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Takk fyrir nefndarmenn og takk fyrir gestir. Fundi er slitið.